FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max, Dynout og Loop Zero. 7. febrúar og FM 95 Blöður hafið göngu sína á þessum, fínasta föstudegi. Meira segja rándýr föstudagur því að okkar besti maður Hugi Halldórsson á afmæli í dag. Hann 45 ára og ef hann að hlusta þá ósku honum innilega til hamingju. President of AC maður. Já, hann ég held stundum hann sé á einhverjum tölum frá hann. Hann fór með fjölskyldun ángað, þannig að Eini maður sem þekki sem var með fjölskyldu sína til AC. já, það sérstakt. Sem gæti að það verið kannski ástæðan fyrir skinna og það kannski ekki alveg. Heyrðu, hann á afmæli. Já, ég veit Það er ekki hlusta, hann að preppa kvöldu. Já, ekki fara með fjölskyldun til AC og bara helst ekki fara til AC nema að þú sért með Talandi Með AC, kóksórum. það eru sögur, sagnir að AC ferð verið pöntuð á eftir. í afmælinu að söga. Já. Gæti gerst. Það er alltaf Aldrei að segja aldrei. Það er orðið á göttunni. Það er orðið á göttunni en eins og heyrið þá fullu bátur og við erum það er ekki bara ég, ekki allir í bullandi gíri. Já, sko, gírin er bara þannig og við erum nú heiðarlegir hérna. Það er dæla hérna Það er dæla frammi að því að Super Bowl Sunday. Já. Þetta var sem sagt einhver kynning fyrir Super Bowl. Já. Þannig að við fengum bara læt á dælu hérna frammi. Það er svakalegt, sko. Þetta var bara að hættulegt. vera henni, mér finnst ekki skil þetta. Bara hafa dælu frammi. Já, og bara í Ég öllum meina- fyrirtækjum. Já, Já, sko af hverju ekki? Já, jú er Það koma flestir í vinnun á bíl. Við erum náttúrulega allir bíllausir núna sko. Já, ég minna þú veist, en ég myndi segja að flesti vinni betur með 1, 2, 3 í blóðunum myndi ég halda sko. Veit það Sko, ekki. þú Út komin úr að- Ég er ekki viss um það. Ekki, þú komin kannski mikið yfir 3. Það er ekkert allir sem eru 60 og FM sko. Þannig að við komumst kannski Já, inn með svona, þetta. þú er svona meira kreatív og aðeins léttari og ég held að þetta sé bara Já, smúð koncept. Svo er þetta svo fljóta bara, hey, once it hits your lips, svo ertu bara hættur að geta unni þá eftir 40 Já, ég mínútur. er að horfa fólk er að vaði dæluna. Það er stemming upp á sín núna. Munið þetta hittaði lipsið á hérna, Frank the Tank í partíinu í Old School. Old School er með, sko, það er vannmetinn grími. Já, hún er mjög góð. Maður gleymist um að sko. setja hana þarna á top 5 þegar maður er að fara við besti grími. Nær hún ekki alltaf top 5 með það? Það er Ég- erfitt þetta á topp 5, En hún en ég top- myndi segja að hún sé svona át á topp 5. Er þetta ekki besta hérna, Will Ferrell-myndin? Nei, Talandi ekki Nights, sko. Anchorman og Nei, Þetta mér er finnst alveg Roxbury þetta- er Talandi alltaf Nights, þarna Nights, í fyrsta Anchorman. sko. Hvað sérðu? Þetta er Roxbury alltaf nummer 1 Nei, þetta er Roxbury, þetta er alvöru myndir. Gleymur stundum að hann var í Step henni. Brothers var geggjuð. Já, ég set Old School Hann hérna. ná bara svo mikið af hits. Hann er bara parinn á hans við Jim Carrey í magn af hits. Það er samt að gerast það sama hjá Will Ferrell og var hérna hjá Jim Carrey. Það er svolítið síðan hann kom svona alvöru grimmynd. Það er svo, Nei, bara einhver síðan sem kom bara alveg mynd. Hollywood er bara að hæja sig. já, Hvað er segir síðasta myndin á Farrell? Það skiptir engum máli hvað hann gerir maður. Hann Nei, er ég veit alltaf bestur maður. Hann verður alltaf En topp. þetta gerist, ef þið fylgjast með bara svona öllum stærstu grínustum bara heims, eða bandarækina sérstaklega það er svona í gegnum bara árin bara, veist, þetta var Eddie Murphy, veist, þetta var hérna veist, þetta er svona alltaf tímabila sem að koma út bara bestu myndir sem hún séð, Adam Sandler það er eins og sé erfitt að veist, eins og DiCaprio og hérna De Niro og fleiri er að gera bara svona alvarlega myndir og Pacino og fleiri sem að maður bara, ok, djöfutan alltaf geggjaður það er eins og sé erfiðar með grínmyndir. Hvenær kom Grín er- síðast bara grín er góð erfiðara. álfuru Já. grímmynd í bíó? Hvenær varstu bara ekkert eðlilega að finna Það er bara grímmynd í góð bíó? spurning. Ég myndi segja röglega bara decade. Já, og hvaða Meira en mynd var 10 ár það? síðan. Já, og hvaða mynd var það? Góð grínmynd í bíó. Já, bara álfuru góð Af því að það grímmynd eru í bíó. drep, sko, náttúrulega sjónvastættir, skilur, það er fullt að finna sjónvastættir. Það er yfir bara Sammála. svona einhverja hennar spennumyndir og veist, það er ekki mikið af svona dref fyndu shit sko. Ég fór á Housemaid sundaginn í bíó, hún var alltaf leið Já, með hérna með Sydney Sweeney Já, hérna hún var og- good shit, eða? Já, hún var alveg Hún Já, fekk veist, ekki sterkar dóma maður. Já, hún er samt búin að grósa yfir 300 miljónum og ég get líka Ég hef verið að heyra pepp með hana sko. Já, hún var alveg fín. Blöðin er gefinni Þetta er svona orðuna þannig að þetta hefði hún komið út 1994 eða 93 þá eru atrið þarna sem hefði verið svona eins og Basic Instinct var fyrir mér á sínu tíma fyrir að Já. vera ekki til neitt annað, það er kannski léttara fyrir úlinga þetta að komast í svona efni. Eða blöða bara loka hörðinni og verið offline hann í ykkur tíma. Hann hefði kannski spólað nokkur sem tilbaka en það var samt ekki ástæð fyrir mér myndin ágætt, hún er allt í lagi. Þetta er 6,9 MDB sem er hátt skor. Já, hún er allt í lagi, Fyrir ég er ekki að segja hún sé hérna- eitthvað geggjuð, hún er bara fín. En er þið búin að sjá Fekstu blöður? En er þið búin að sjá 28 hérna Days Days Later? Later? Nei, já hann eftir. Já,
En þú? Já, nei, já 28 Days Later, sko, það er svo 28 100 myndir sem heita 28 Days eitthvað Þannig ég er vel rugglaður í það Hvað er 28 Days Later? Nei, þetta er 28 years later, maður Já. Þetta er Hvað er framhaldið marga myndir sem heita 28 eitthvað? Þetta er náttúrulega, þetta er Cillian Murphy hérna, þetta okkar er besti maður. Já, það er, jú, ég sé það Þetta er 28 days og weeks og years og þetta er framhaldið Það er hann ekki talandi fyrst en að ræða þetta myndir og leikara. Er það ekki svalasti leikari í heimi? Hafið þið hort á Peaky Blinders? Já, Hann veist, er bara up there svartleikari heimið þú þekkir ekki Matthew McConaughey og Tom Cruise og George Clooney og Brad Pitt og Hann er svalandi Já, þeir þetta er svalasti leikari í heimi. Ég er að segja það, hefur þú hort á Peaky Blinders? Ég ætla samt Þetta að er gefa svalar en Kurt Russell Kurt Russell Það er ekki 2026 Hann er svalur en við höfum ekki tap okkur í Ok, rugglunni öll svör hjá þér er eins og þessi 96 Já. Kurt Russell, hvenær sástu hann síðan? Já, hann var í Death Og í Row hverju? Já, þú veist, En bara hann leik Snake Herru, hann var bara reyður Já. Hefur þú séð Kurt Russell, það er 2026 Það er satt mynd, sko Hann á alvöru myndir En ég Escape from Mér finnst Peaky Blinders, ég set það sem bestu þætti sem ég hort á Ég hef tekið Ég hef ekki reynsli séð bara á það, Peaky ekki Blinders ennþátt. Ég hef tekið allar seríur Ég Peaky sammála Blinders? þetta er ekkert eðlilega gott sér Já, Ég hef ekki Þannig séð ég sammála að það sé svalur en við þurfum alltaf bara að vera svo þurfum við að slaka þess á og það er aðri svalur líka En til, strákar, sko. við- ég er alveg Aftur- sammála því. Ég er að segja við þig að mér finnst hann í Peaky Blinders svalasti maður sem ég séð. Já, Það já. er mín En skoðun. sástu Nicolas Cage í Face Off Já, veistu hvað Mástu að sagði mörg John Travolta I'm gonna take your face off Mástu því það? Já, já. En ég- eftir því En við erum að tala um eitthvað svona nýlettið ekki. Bara hver er svalasti núna? Já, sko, málega er að Næsta steinum. ég er samt smá sammála agli með Tom Cruise þú veist, Gef hún það. Tom því að- Cruise á ekki eina lélega mynd. já, Hann hefur ekki skitið Jú, einu hann á Hvenær skeit hann? Skeit hann ekki í The Mummy Mömmi og fín. Að það? Já, ég var ekkert að mömmi. Ég satt Eðlilega góð mynd. Þetta er samt Ég myndi ekki segja ekkert eðlilega góð mynd. Ég myndi aldrei kalla þetta failure. Þetta er samt einhver endurgerð múmíumynd Já, Ég var er allt í alltaf lagi. hægt að mömmi var í Brendan Fraser Ég þarf að taka maður upp í nú sko. Cruise fór í Cruise tók mömmi líka. tók Mummy ég- líka sko Ég myndi halda að það hefur kannski verið skrítið En ég man það ekki Ég veit ekki sko ég sé hana sko Hún var fín, En- ég hef séð hana. Já, en Ég hann- tek allar Tom Cruise Hann á myndir. mjög fáa mynd Hann á fáa myndir. nánast ekkert. Nei, hann er rosalegur Hann í er- reisjónu sko Ef þú Já, segir það er með 5,4 sko Þetta er eina skitan hans Hún er Gæti samt verið. ekki. Mömmi. Hún er samt Akkur ekki letar ekki með Brendan Fraser taka þann bolta Sæðar ekki verið, þú ert svolítið þessi mömmi kall Hvað tekur þú þetta Ég ekki er bara? ekki um sem mömmu Já, kall þannig við erum svolítið að taka þetta Brand og Freysi kom nú með alvöru comeback í The Way Whale, já, fekk hann ekki Óskarinn eða tilnæmdur Og fór að grenja að það fekk það og ég gaman að þessu Hvað er hvað því? Nei, ég Ó, ekki það segja talar til niður Tárin Hvernig og tala ég? Freyser Gauðir hafa búið Ég var ekkert að að tala niður, flegjunum bara úr segja. Hollywood kom Já, tilbaka ég og var fær flott Óskar honum. Já, Það var flott. Þeir voru menn Góð og verðlaun. harðir hérna á föstutöðum Hvað er langt sérna þið fóruð að gráta, drengir? Hvað var Ég neikvægt bara að segja að fara að grenja? steytti- Þetta grenja neikvægt orðið? Já, er það ekki? Ef þú ert að tala ekki. um einhver Ef ég segi, heyrðu, Ötti fór að gráta í gær Þá myndir þú segja, á það, hvað var að koma Hvaða frétti var hann að fá En ég myndi segja, heyrðu, blöð fór að grenja í gær Það er annað, sko Það var svona meira bara, hvað, yfir hverju var hann grenjandi núna? Það var körfubólta Já, þú veist, af hverju fór hann að grenja Æ, bara hann, þú veist, eitthvað Já, paper ég samlast þetta annað, gráta er svona smekklegar orð Er eitthvað til í þessu? Já, En ég talaði um Peaky Blinders Bara til að klára það, því ég hef ekki hort á þetta Ég á svo erfitt með að leggja í þetta Í fyrsta lagi að þetta eru marga serjur Ég veit að ég er að fara í einhverja 8-9 serjur besta sem kemur fyrir þig þegar þú ert að fara að horfa að gegja sjónvarp að vita þessu nóga serju, Já. veistu hvað leiðilegt Já, ég að er búin að klára þessu. sturlaða serju Já. vitandi, herðu, það eru 2 ár í næstu Nei. og hvað, Þú þegar ert þegar hún kemur út Já. þá bara, ég man ekkert hvað er að Þú ert gerast algjörlega að ruggla þessu núna Nei. ég er 90 mínúna maðurinn Ég vil bara fá bíómyndir í 90 mín, sko Ég er Nei, það sem ég er að segja við þig, ef þú verður að byrja núna á Peaky Blinders Já. og það eru bara komin ein serja Já. ég er að segja góð heppin að það eru svo marga serjur Já, já. að því eins og bara þú tekur Severance núna svo kom síðasta Severance serja út um daginn ég er bara svona, heyrðu, Það er serja, það er sko sturla dæmi Já. ég myndi ekkert hvað er að gerast að því að það eru 2 ár sinni að horfa á það í Já. staðin fyrir að geta horta bara 3-4 serjur í röð Ég skil hvort við, sko En svo líka er bara þú ert að investa í svo mikið Þú ert að hugsa, ok, ég ætla að fara að horfa á þessar 9 serjur þetta Ég verð bara búinn kannski februar 27 með þetta Nei. Og svo er voru annað það 2-3 þætti á kvöldi út búin á bara tekur mánu að horfa Ég á til með Stranger Things líka ég líka, þetta mann ég ekkert hvað er að gerast þar Nei, ég hef ekki séð eitt þátt nei Ég er ekki alltaf í Stranger Things nema síðustu serían Já, hann inni. En maður missir af þegar komið serja 5 að einhverju Þá er bara drullu erfitt að hafa síðan, sko alls ekki
En ætlið þið drengir að horfa á Super Bowl á sunnudaginn? Er ekki Super Bowl alltaf að stekka eins og Íslandi? Jú Það er komið Super Bowl partíð um allt og... Steinþór Rósar, ég veit þetta er í blökastinu Þú stóð komin inn á þetta og ætli að gefa strákunni sem er að fjalla um þetta hérna NFL hérna á sín Já, þú veist, það er bara Eiríkur og Andri og allt gengið Já Ógæðislega velgert Já, lokasókninni að manna bara svona, ég byrjar að fylgjast með henni núna svona síðustu vikuna til þess að vita svona hvað er að fara að gerast Ég hef dottið inn í einn og einn þáttjóðum og þetta er ógæðislega gaman og fyrir mig sem veit ekki mikið Super Bowl nema mér finnst það bara að vera Er hann að koma sterkar inn líka? Já, mér finnst það bara að vera nett mér finnst gaman að menn fóðu hringi mér finnst allt saman stemning í kringum þetta the halftime show og allt þetta dæmi en ég vissi raunin ekki alveg hvernig leikurinn virkaði frá til þegar ég var að byrja að horfa á þetta Já, þetta er ekki Þeir eru bara að segja þær allan daginn Já, þeir útskýra þetta Við erum að heyri St. Pete, hann hefur ekki klikkað á betti Hann er all-in St. Pete er all-in í Super Bowl Þetta er Seattle Seahawks á móti New England Patriots Tvö lið sem að þekkir Mér finnst ógeðslega gaman að horfa á þetta sport Þegar ég gera, ég veit ekki okkur ég festist ekki við að Ég veit alveg að horfur ekki á það þannig að svo klokkan 9 Þetta er á kvöldin Spilaði inn í Þetta er UFC-tíminn Þú rétt með takkmálsfyrirtum og svo ertu döður Þetta er góða búndur Frábær íþróttur í mig Frábær íþróttur Þetta er á þínu tíma Herru, svo líka meðan ég mandringis Ég verði að hendi eitt sjátátt hérna Ég fekk senda hérna fyrirsögn sem ég var mjög ánægði með og ég ætla ekki að gleyma þessu Okkar maður Já, það er eitt snillingur hérna sem var í viðtali á sunnlenska.is Já Sunnlenska.is Já, hann var sem sagt að þetta í stjórn Mímis, nefndafélags menntaskólans við að Laugavatni Hann heitir Fannar Óli Ólason og hann er ekki búin að missa þætti í 4 ár Nei Hann fær sjátátt hérna í F95 Þetta er okkar maður Hann má koma og taka þátti með okkur Já Þetta er góð fyrirsögn Hefur ekki mist af F95 í 4 ár Það er Álur maður Já, we appreciate you En hefur einhver ekki mist af þætti í 15 ár og ef sá er til ef að finna hann og Það er ekki sjálf Holler hann eða gefa hann jager eða eitthvað Gefa hann bíl Takk fyrir að hlusti 15 ár Hér er jager Þetta er hræðileg gjöf Já, það er rosa að einhver ekki mista jagerinn en 15 ár hann ætti skil Haldi að það er einhver út í hana sem er búin að missa ekki þætti Það er ekki hægt held ég En custom made eitthvað jager ringur eða jager úr Getur heilt í allt jagerinn og hann getur gert eitthvað custom 15 ára hlustandi getur fengið Þessi með 4 ára rönn Áli skilir velun En ég er eitthvað með lengra rönn en það En sko náttúrulega fyrstu 3 árum á þátturinn á hverjum degi Þannig að þetta er ekkit eðlilega margir Já, shit, það endar er Hvenær sýpar að því af hverjum degi yfir í einu sinni viku? Það var 2014 Já, rétt fyrir Ok, það er samt þetta í 12 years Er þetta langlifasti útvarpsþáttur landsins eða? Já, sem er pása held ég Sem alltaf ekki, við pásum aldrei Nei, svo er þetta svo Reykjavík síðdegis Nei, þeir eru búin að vera allan tíman Nei, þeir taka svona kerslur sem fara í neyslu í 2-3 ár og svo byrja þær aftur sko Við erum bara alltaf vel Hvað er það sá þáttur búin að vera Við mætum í kerslu Við erum alltaf beinstu vikun Hvað er sá þáttur búin að vera lengi? Fyrir utan ég veit að bylgjalistin gefur og tekur og allt þetta Já, það er búin að slatti Örgulega sér 98 bara fyrr held ég með þess Þeir eru búin að, við sko F95 er búin að vera síðan 2011 Svo náttúrulega líka á Rás 2 búin að þætti sem er búin að vera helviti Við þurfum að hanga inni svolítið Já, við tórum Ég ætla að tala um að væri stemning í því að vera hérna 8 á FM Jó, ég veit ekki með það en sko, eins og ég hef alltaf sagt þetta er einn þáttur í einu ef að þátturinn næsta föstudag eða bara þátturinn í dag er skemmtilegur og við skemmtum Þetta er útástöð unga fólks Ég segi hættum aldrei Þetta er sko fólki sem er undan okkur bara Gugga og Jamie Já, djöfull eru þau að koma fersk inn Við getum verið pappa þeirra sko Já, ég ætla að reynda talandum að rósa Gugga og Patrikur Hæmir að koma með alvöru benginn á FM Geggjaði þættir og þau eru bara geggjuð En við fáum að vera hérna eilífi Er það ekki, Egil Fós búin að læsa því að við ætlum að vera hérna Blökastið verður vartalegu bara hverju Bara að eilífi Við byrjum allir bara ballausir og dansum á borðum á B5 og hlusta á Reino og mig og svo kom fyrsti krakkinn og svo allir annar fólk sem er búin að vera með okkur á day one eru búin að labba með okkur gegnum alltaf kjafta Þannig að ég myndi að labba gegnum þetta allir komið barnabann Ég myndi að fór hlusta frá day one Ég hef reyndar oft sagt það, það er erfitt fyrir mig að ná í barnabandi Ég fór svo seint að stað Svo er búin að upplifa heina og þennan sko hana útvars Svo við vorum með Heiðar Austmann hana í skaftarliðinu sko Svo þú kom með King Richard, kom með plótvélina Þetta er við lifum alltaf þess að gæja af En svo er en gerðvikarinn getur alveg haldið
hjartan, ekki hjartanu sko líkamina mun aldrei sjá barnabat, skilur við. Jú, það verður hægt að forrita því. Heldur þú náum ekki einu barnabarn? Jú, ekki blöð. Þið eigin náttúrulega, hvað er stelpunar eitthvað gamlar? 10 ára, 11 ára? Nei, hvað er það? Þú heldur að Teddy er að fara á bak eftir hvað? Herru, jæja Teddy? Já, bara, við viljum að fara yfir hvað er þættir dagsins. Blöð fá barnabarn? Við erum með klefa. Já, ég hlýt að fá Bara barnabarn. ykkur 18 ári það. Fjandinn hafa, hvað heldur að ég fá bara ekki að sjá? Ég er ekki það gammal. Nei. Hæ? Nei. Ég meina, ef ég myndi eignast barn á saman tíma og ég, þá er ég 75 ára eða eitthvað, ég myndi alveg ná að sjá það. Hvað er Teddy gammal núna? Þetta er 7 ára árinu. Já, ok, segjum að hendur fyrst að 30. Það er þá eftir 23 ár. 23 ár, pluss þú út og 46. Það er 67 ára. 69? Nei, 60. Það er búin að tala stenda. En býtu, ég er náttúrulega, já, þú vart að meina að ég er á árinu. Já, grilla að tala það. Steindin alltaf er að koma að stað 6-9. Vel perralegt, en við erum bara Hvað er þetta að tala drengur? Séði bingónu að 69 kjellum. Já, það er frís. engin Nei, stund í stólnum, það er að því að ég veit að þið eru að býða þetta svo, þið gerir þetta svo steikt maður. Það er málið. Ég ætla að fara yfir þáttagsins. Við erum að tala það er klefi. Og ég kom með nýjan lið sem að ég ætla svona að tjekka hvernig hlustendur taka í hann. Getur verið sérstakur sko. Já, ég veit ekki, húmórum minn er stundum steiktur. En við komum betur inn á það á eftir. Það er allavega nýr klefi. Og svo erum við með spurningkeppni. Gilsannars, hvað er að vinna með þar? King of Original. Út af því að ég var að hugsa í morgunur. Nú þarf ég að búa til eitthvað Já, það er náttúrulega Pepsi. Já, sko, við vorum að ræða þetta. Það er komin Original Pepsi sem er hérna gamla formúlan komið út hérna. Og dósirnar, svona retro. Já, og þetta er hérna, þetta er að gera allt vittlust á social media síði. Hann er ákveð bara, hörðu, tengja þetta? King of Original, hver er Original? Er það Stonefucker eða The Poop? Það er gaman að fá upprunalega bragðið aftur sko. Það er stórt, það er bara hannig. Það er rándýrt, við erum með Brandarholt pappan Steinda, er hann búinn að senda? Já, hann er búinn að senda. Það er gaman að fá það aftur maður. Ég sá bara hann var að senda á villi, það tjekka. En hann var alltaf að vera grófar og grófar. Hann er ekkert búinn að spóla sig aftur í. Nei, ég bara veit ekki sko. Ég vil fá After Dark Senior núna sko. Það er bara þannig. Vitum við. Sturla staðrendir. Ég á þar í hólu. Heyrðu, hann er að senda maður 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stykki. Það er alvöru. Kallinu heitur. Við erum með dagskólinu líka Million á dag sem að var allan tíma með að Sveppir Egil, þú er ekki farið í það. Þetta er svona, þetta er ekkert ósvipað myndur fyrir cash, nema það er alltaf þú færð þessa upp að hvað gerur þetta oft. Aron Kahn, okkar besti maður, hann ætlar að kíkja hérna í smá spjall á eftir. Hann var að hefja miðasölu í höllina. Hann er að fara að fylla höllina. Já, svona miða, hvernig þetta fer að stað hjá honum og þá verður það þannig. Og já, þá er þetta svona eiginlega að vera að koma. Þetta er gaman að hitta, landsinni hitti Aron. Són minn sko. Hann er ekki komið lengi hingað í F957. Nei, plakka til að sjá. En svo er ég með aðra fréttidrengir sem er, ég veit ekki hvort þú erum búin að tilkynna þetta. Jú, nei, þetta var í blöðkastinu. Rúrik er búin að staðfesta, við erum á leiðinni í Halloween party í Heidi Klum á þessu ári. Það er stort. Þannig við þurfum að hugsa búninga. Þetta er New York eða ekki? Við þurfum ekki að hugsa búninga. Búningarnir er alltaf ákveðinir sko. Steindi Dr. Phil. Og ég er ekki viss hún hleyft inn sem Dr. Phil sko. Já, geggjaði búningur. Ég hef verið Dr. Phil áður sko. Þetta er allt bara módel, þetta er allt tíur í þessu partí. Svo allt ég mæti Steindi sem Dr. Phil. Hvað það þú að mæta sem? Thor. Og ég ætla að fæta með stóran hamar í ár. Ég er að spáða einhvað nýtt. Ég var að hugsa Súlandir en ég hef verið ár. Ég ætla að finna einhvað nýtt. Já, ég meina sko. En við höfum alveg 8 mánuði til að hugsa þetta. Já, en ég sko. Þú ert líka mjög líkur Ben Stiller. Þetta er alveg eins og hann. Já, ég hef þetta fyrir ég með hár. Þú getur náð Súlandir mjög vel sko. Þú ert líka mjög líkur Dr. Phil. Þú veist þannig, og ég er frekar líkur Thor. Þannig að við erum með góði búning. Blöð getur verið að taka Blue Steel hérna. En hvernig er þetta algjörlega nelt? Þetta er nelt, hann er búin að segja bara, þetta er on. Ég kaupi þetta ekki fyrir að vera mættir í búningapartí Heidi Klum sko. Og hann sagði Rúrik er að trolla okkur. Nei, Rúrik, hann sendi mér orðrétt. Við þurfum bara hérna að hafa okkur eins og menn á rauðadreglunum. Ég náttúrulega fatt það ekki, það er rauðu dregill Þetta krási hafa þessi menn á rauðadreglunum. Ég getur að lofa þér því að ég er ekki að fara að hafa með þessum maður á rauðadreglunum. Dr. Phil mun rúlla niður rauðadreglunum. Við erum ídónum svona með tannum þegar rúlar Við megum ekki eiginlega ekki fyrir Rúrik. En verður heiðalur, heldur að við séum í New York að fara í eitthvað búningapartí. Heldur við séum ekki að fara vera bara blind fullir af það. Nú er bara að vera hreinskilin það. Já, þú er oft mætt í ammali og annað. Þú veist alveg að fara að skemmta þér. Þú getur alveg að haga þér svo maður á rauðadreglunum.
Hvað heldur þú komið án gríns bara þarna rúllandi inn? Já, Hvað ertu að bila? ég held það bara Nei að því að við vöknum eitthvað í New York Ég hef alltaf sagt það, við erum functional mætum deginum áður heldur sem ekki ára að vakna og fá okkur fara beint í eitthvað mat og löns og eitthvað að drikki bara Jú, svo bara mætu við Bara með full FM og allir feski Hvað er að gerast þig? Ég ætla ekki að lesa en minna Rúrik hlýtur nú að geta tekið það á sig að hann þarf ekki að láta svona vinur hans Nei, en hún verður ekki bóðið aftur Nei, við þurfum að passa upp á það. Þau eru ekki bóðið á nokkur Þeim er trúðum Strá, ég lofa ekki því við getum alveg lappa Sástu hvað Dr. Phil gerði þarna í Þetta var allt svona Sástu Þú hvað verður eiginlega að koma sem Dr. Phil en það veit, heldur að fólk sé að spá í því að við löpum bara í gegnum eitt rauðan dreigil með drikk Það er ekki ein manneskja að fara að taka mynd af okkur á þessu rauðandregli Ég get lofa ykkur því Bara hefur, hverjir eru þetta? Bara, næsti Ég vil bara komast í gegnum rauðandreigilin sem fyrst inn í partí En herðu, eins og við komum inn á í byrjun þáttara þá á okkar besti maður Hugi Halldórsson, hann á afmæli í dag Hann er einn mesti Oasis maður sem að til er á Íslandi og við fórum að sjá Oasis saman í sumar og ég er ekki frá því að það verið tár og kvarmi þegar þetta lag byrjaði Fórst að grenja? Þetta er rosalegt lag, sko Þá er ég meira að tala Huga en ég fór að gráta Topp tónlistarstöðin FM 957 Þetta er alveg lag frá okkar mönnum Oasis Við erum Manchester menn og reyndar City menn talandi Manchester, það er alveg leikur á sín sport á morgun, það er United Tottenham í hátinn, þetta er alveg íþróttin Þeir eru það Óli Jó Game TV og Hjammi Tottenham Og B.B. King Og B.B. King, þeir eru að mæta okkar menn og pappan Sveppa, Sverrisson Ekki að Tottenham komum út út allt sko. Já, þeir svona laumast inn. Svo er það sjálfsög sko, það er Liverpool City og svo er Super Bowl. Þetta er alveg íþróttahelgi. Og svo er úrslitaleikurinn í bikarnum í körfubolta bæði kvenna og kalla, en ég nenni ekki að fylgjast með eftir að stólarnir skýta á móti KR. Eru stólarnir dottnir út eða? Já, dutt út í undirúrslitum sem að skýta. Og dottnir út hvað, úr bikarnum? Herru, svo þurfum við talandi um það. Hvað er öllið það? Erum við ekki, við erum nú á rassinum á þeim, að? Ég veit það, við þurfum að heyra í hérna, við þurfum að gera það í blökastinu. Við langar að ringja í pródusentin á þeim sem að sér körfuboltan á Íslandi. Því að þegar stólarnir að taka víti, bara þegar öll liður að taka víti og sést ekki í rassin, og stendur fn95blöð.is á rassinum á Tindastól, það sést ekki af því að það er ofalega, þurfum að biðja að fara með kameruna aðeins neðar. Þannig að S-shot þarf að vera aðeins neðar. Já, þannig að sjáist auglýsingar okkar. Já, það er verið að borga fyrir auglýsingar á rassinu. Þú röldi bara på fjórðahæðin og segir, hörðu, neðar með því S-shot. Já, motherfuck. Sponsarnir ósáttir maður. Já, blöðarinn fyrir að láta fólk heyra þarna, þá gerir þetta eitthvað sko. Nei, það er nú ekki alveg þannig, en Þú bara gæja dæluðinn. Það er komið bjór dæla þetta er út af Super Bowl. En hvenær er svona úrslitakeppnin og allt þetta? Apríl. Deildakeppnin klárast í lok mars. En við erum ekki þar, eða ekki? Já, við fyrir alltaf í úrslitakeppnina, en stólarnir er búin að vera kaldir því miður, en það er nóg eftir þessu. Eru þið tilbúin í slúður, drengir? Við gætum þurft að hendi ræður aftur. Já, fyrir stólana. Ef þeir eru að fara sko í eitthvað algjörðrugl. Nei, þetta eru ræður. Treystu okkar mennarnar fyrir norðan. Arnar er með þetta í deskið. Herru, eru tilbúinir? Kim Kardashian, þetta er væntanlega ekki farið fram í okkur. Hún er byrjað að deyta aftur. Já, ég sá það. Eftir smá pásu. Og hún er ekki byrjað með einhverjum lagarstarfsmenn. Já, það er bara Lewis Hamilton. Já. Hún fór ekki í svona óþekktan lagermann sem á ekki fyrir hátíðismat. Þetta er hún er 45 ára, hann er 41 árs. Þau eru búin að vera bara út allt núna på síðkastu. Helvítur menn í mig, það er hundur í agli sko. Já, það er einhver gíl. Ég fór að segja þetta í 16 ár sem á ekki verið hátíð. Nei, þetta fara allt í önnur celebrities. Ég vann á lager í 2,5 ár. Ég var með þess að fór reglulega á Jolla. Herru, svo sá ég það að Jolla er ennþá going strong í Hafnarfirði. Jolli? Hafið þið farið á þá sjálf? Nei, ég hef aldrei farið í Jolla. Þegar Vúrt var þar, Vúrt er komið upp í Árbæ núna. Þá fór ég alltaf á Jolla í Hafnarfirði. Vúrt er rosalegt fyrirtæki. Ég sá ekki, það var með auglýsingar allstaðar í handboltarum. Þetta er náttúrulega ég veit það, en þú veist, þeir eru í sókn. Ég þarf að fara að kíkja á lagerinu Vúrt, ég hef ekki farið lengi. Hvað ætlar að fara að gera það? Það er bara að mæta og fara að telja skrúur. Nei, bara að sjá hvort það sé búið að breyta miklu eitthvað. Ég er náttúrulega var lélegast í starfsmæði Vurt frá upp. Ég lofa þér aldrei að fara að kíkja í búðina og eitthvað, ég er að kíkja eitthvað Ég hef gaman, ég er búin að kíkja á allar íbúði sem ég hef búið í sem krakki og úlingur nema í Bandaríkjunum. Hvað er mjög lengi saman? Lewis Hamilton og Kim Kardashian? Það er bara nokkra vikur, þau eru svona bara að byrja að deyta. En hann er Formule 1 maður. Já, Formule 1 maður, þetta er bara eitt mest að hann er legend. Næst sig og selast að fara upp, eða ekki. En hún er þá í rauninni
hávaxnar en hann það er bara Já, hann er ekki hár í loftinu sko. Nei, hún er bara í Danny DeVito hæð hún er 1.57 Herr Kim Hvað er hann? Hann er alveg þá bara hausnum Lewis Hamilton Er hún 1.57? Já, hún er bara Danny DeVito hæð sko. Danny DeVito 1.55 eða ekki? Ekki Danny DeVito 1.48 Nei, Hvað er Danny DeVito hár? Hann er heldur 1.40 Ég myndi halda 1.55 Ég er bara að segja hvað Danny DeVito þetta er þessi undir 1.50 Já, ég held að 1.48 Hann er 1.47 maður Hann svipar á Kim Nei, hún er 10 cm hærri en Danny DeVito Hún er 10 cm á Þú skal segja eitthvað Það er ótrúlegt En Lewis Hamilton er með hausnum hærri en Kim Hvað er hann hár? Djöfull er hún tiny, er hún 1.57 Það er alltaf í háum hælum En málið það er í tísku að vera litli kallmenn er í tísku Ég sá ekki fyrir mér að Kim Kardashian var 1.57 1.57? Hvað helst þú væri? 3 metrar? Ég bara, held hún var frekar hávaksin á grín sko Ef við erum að betta á þetta Ég haldi bara hún væri Ég skoti á 1.65 Nei, það er mót Ég hefði ekki ská 1.65 líka Hún er 10 cm minnin í held En já, svo er líka hérna, veist ég fór á einhverja nokkrar slúðu sigur og það er svona verið að þau eru búin að reyna að halda þessu leyndu og þar spilar inn í okkar maður Kanye en svo vil fólk meina að Kanye sé nú á betri stað heldur en hann var og hann er búin að beðast afsökunar og hann hélt tónleika í Mexiko sem að voru vist að margra mandi bestu tónleikar ásins hann tók bara, þetta er í fyrsta sinns vist það sem hann tók bara öll vinsælustu lögin sín ekkert rugl, ekkert völl, bara mætti og var með sturglaða tónleika Svolítið sem fólk vil sko en hérna, gott að honum líði betur Það er ekkert skrýtnar en þegar bara svona legend mæta og taka, veist, þetta er eins og Bubbi rætti þetta við Bubba í tónlistamönnum okkar auðvitað langar hann að taka nýjustu lögin sin líka koma þeim inn hann verður að gera það, þú veist en veistu, eins og bara Bob Dylan, hann mætir á tónleika og tekur ekkert að frægustu lögun sin og það fara allir út bara, herru, gæti hann ekki alltaf að teki blowing in the wind eða eitthvað, þú veist Þó hann sé komið leið á þeim, fólk er ekki komið leið á þeim Akkurat Svona legend verða að taka vinsælustu lögin Herru, svo er það Já, okkar, nei, hann er svo langt frá okkar maður, Brooklyn Beckham, ég fann að halda, þú sagðir að hérna, Beckham fjölskyldan vildi vera í slúðupressunni til þess að selja nærbuxur og eitthvað. Farin að trúa því? Nei, ég fann að halda að Brooklyn Beckham sé að reyna að halda þessu gangandi eins og lengi og hann getur því að hann á ekkert annað. En hvað er hann að reyna að selja? Er einhvers sem heldur með honum í þessu bífi? Það er einhverju fáir. Hvað er hann að reyna að selja? Herru, gervigreindinni, takk, núna Brooklyn Beckham segðu, hvað er hann með En vitið hvað hann að gera núna? Hann var alltaf að hylja húðflúr sem að fekk sér til heiðurs David Beckham fyrir nokkur maður sem stóð á Dead Dead er núna orðið bara akkeri á upphandlegans og hann er líka búin að setja yfir mömmu sína hann er núna búin að breyta húðflúrun sínum sem hann fekk sér rugglaðasti krakki bara, í heimi líklega Þetta er, ég veist það Þetta er rosalegt sko Þetta er fjölskyldu harmleikur Sama hvað, veist haltu tattún bara ekkert í hún sem hugsa bara vonandi verður þetta í lagi hérna eftir nokkur ár bara að vera kekkspilaður hann er greinilega alls ekki þar og hérna stendur líka sko að hann er búin að passa að vera alltaf í stuttermabólum til að sína tattú hann vissar að þetta myndi að fara í fjölmiðla veitu hvað ég meina þannig hann er að sína að hann sé búin að hylja tattú það er eitt að gera en hann svona í staðin frá tilkynna það á Instagraminu sínu og bara setja hann myndir og hann veit að paparazzarnir sjá það hann er búin að breyta eða hylja yfir dad og mom en hann er ekki búin að hylja yfir augun og ömmu kærustunum sinnar Nei, það var senna fyrsta húðflúri sem ég myndi hylja yfir yfir hann En hvað en hvað er að gerast þarna stráð? Nú vil ég bara fá ykkar álit á sem Þetta er bara, það er erfitt að vera celebrity það verðist vera bara kræfjandi en hann er ekki spilaður hann er alltaf ekki svona bilaður ef hann bara ekki verið heimilislífið hefur eðlilega ekki verið alveg normal skilur það er náttúrulega allt í þetta bekka sér nú með eðlilegri mönnum á þessu mælikvara þessi fræðu og þessi peningar og hann er frekar eðlilegu gæi hann er ekki kekkspilaður svo margir hann er ekki að taka stykki á spekli núna og hann er bara horfa hann í viðtölum það er frekar rólegu gæi nett svona Ed Sheeran hann bara svona ennþá einhvern veginn ekki orðin geðveikur ég sammála, mér finnst hann bara virka sensible og bara svona hans var hann kekkspilaður en ég ætla að enda þetta á Ellen DeGeneres
Hún nú ekki verið í slúðrunni á F9 Nei, þetta er glæni móli hjá blöð Já, en hún og eiginkona hennar Portia de Rossi hafa flutt aftur til Bandaríkjanna. Það hún sem sagt gaf út yfirlýsingu ef að Donald Trump er í forseti um flýja Bandaríkjanna og aldrei koma aftur. Flutti til Bretlands en það var vist ekki byggu, keiptu eitthvað svona sveitasetur lengstu út í sveit þar sem það var búið að vera draumur lengi en það gekk ekki betur en það eru farin til Bandaríkjanna aftur ári seinna og aftur til Hollywood. Nefnt ekki í rigningunni og fór leiðilega Nei, veist það, ég held Ári seinna Akkur er sleppur ekki bara að koma þessu yfirlýsingu og okkur þegjur ekki Helvita var þetta stuttu tími 365 dagar Já, þetta var 1,5 ára Þú verið ykkur sveitarni, rigningu, Bretlandi hverja að gera þetta Ok, þetta er ástæðan fyrir tókenum móla. Það var ekki, því að mér fannst það ákvæmurur að því mér langaði einmitt að ræða þetta. Er ekki oft sem maður hugsar djöfull var ég til að flytja bara með fjölskyldan núna til, segjum Ítalíu svo ertu komin, búin að bara leigja þér íbúð búin að koma öllu frá þér svo bara á 3., 4. viku þó þetta í Ísland, bara svona, hvað er ég búin að gera? Þó þú sért milljarðamæður Kostur við LA er gott veður Já og þú fer til Englands Nei, eftir idiot sandwich en ímyndar, hvað heldur það sé búin að ræða oft í hjónabandi sínu, hvernig væri að búa bara út í sveit einhvers staðar, enginn að bögga okkur bara við tvær, bara með öll þessi dýr, þetta verður draumur, svo fara þær út. Þetta er aldrei það sem heldur þetta verði, sko ég menna. Sérstaklega ekki þú ferð úr á verri stað, þú fer að betra, við erum á Íslandi, við erum alveg í hellhole. Nei, ég er ekki sammála þeim. Við myndum sippa okkur bara En haldið þið Ég myndi frekar að búa í Íslandi en þeirni Við erum allan á sér ring En málið það, íslenskt viðfar bögga mig eiginlega bara ekki neitt Ég er 12 gráðu úlpukall sko. Ég er ekki Þið líður bestanni 12 gráðu úlpukall Ég er þannig kall Þetta er svo titill á 12 gráðu úlpukall Ef ælisæðan 12 gráðu úlpukall Ég myndi ekki nenn að vera í ykkur 25-30 gráðum dag eftir dag allir dagar eins Það er lömulegt Ég myndi ekki nenn að lappa inn í skónum út og bera ofan og þá setja Abra og Sprits og það vákaður erfitt líka í dag Hvað ætlar ekki að vinna það út eða? Nei, ég sverða Hvað ætlar bara að ríði allan tíman eins og setja frí Ég sverða, ég held að það sé bara ekki gaman Emitt Nei, ég er sammála stundar Ég held eftir svona 2-3 ár værið bara ef ekki að drull okkur Ég Það held er ástæður að fólk býr í LA Það er ekki út af þessum háu sköttum Það er ekki að laða fólk að Það er veður 90% af fólki er líka bara að reyna að meika það skilur Ellen það nú ekki að reyna að meika Nei, en ég held að þetta sé samt þannig Þú veist að þú veist með auðvitað er ekkert gaman að vera í ykkur 5 gráðum á vorin skilur En ef þú ert bara með nokkuð eðlilegt viðfar þá er gaman að eiga inni kannski, þú veist, ég var alveg til í 2 mánuði í 20 gráðum með það, garantít sko. Já, það var veist En ég myndi ekki nenn að vera á hverjum degi 25, eitthvað stað að lappa En þetta er 12 gráðu úlpukall Ég er 12 gráðu Þetta var slúður pakki dagsins Við skuldum auðlýsingar hér framundan Brandarahot, pappan Steinda Við erum með klefa, við erum með spurningkeppnina Það er allt í gangi og við erum í gír og vonandi þið líka Þetta er FM FM 957 Ég held að Egill sé grínlega búin að segja svona 5 sinnum að meina þetta lag verið í gangi Djöfull er þetta gott lag Hann vil meina að þetta eldist betur en önnur lög og ég ætla að gefa það Egill Ég er ekki komið leið á þessu lagi og þetta er Ég held bara allir sem er að hafa að hlusta Ég er að hugsa það sama Djöfull er þetta gott lag Þetta grínast Og líka flettur sem á YouTube Hvað eru viewsin? Er 1,4 M views 1,4 B views Þið átt með B á YouTube Já Er þetta með 1,4 B views? Það er ekki margir Þú segir 1,4 B Hvað fær okkar maður Pitbull, hvað færðu fyrir svoleiðis ef þú nærið vídeói sem að Já, þú veist, og svo er líka sem vita hvað það fara á Spotify Ef þú færði 1 krónu fyrir hvert Já, þá þú veist, það er Spotify Ég held að segja meira á YouTube, sko Þegar þú montas eitthvað rás þar, sko Það er rosa Sko, ég ætla að segja hvað reyna á mig Sko, YouTube peningur Ég meina, Pitbull hann er milljarðamæringur Já, en YouTube-pinningur er samt skilur Minna, hafið þið ekkert að fengi borga á YouTube En þú ætti að vera mánu til þess að rásina til þess að fá borgað á YouTube Það geta ekki sjálfur sér, sko Nei, ég var alveg við YouTube-rás Já, þá þetta setjað upp kerfi til að fá greitt Já You mother, maður sem byrja þess Ég held að þetta sé 387M á Spotify og 1,4 B á YouTube 387 Þegar lægi kemur út þá var það á Spotify ekki komið og Spotify er svolítið þarna á eftir, sko Herðu, drengir Áðurum fyrir mig í klefan ekki fyrsta, eina klefa dagsins þá ætlum ég að henda ykkur í dagskrálinn 1.000.000 á dag og þetta var liður sem að við vorum með alla þættina þegar Sveppi var meðan þú varst í 6 mánaða fríi þarna á tenni 3 vikur, ok og ég hef gaman að þessu lið Er þið tilbúinir? Í sko fyrstu 2 spurningunum þá bætti ég í uppæðina því þetta heitir 1.000.000 á dag þetta eru 10 milljónir af því að þá fer hvert
kíló að sko, skipta máli 10 milljónir á dag. Kíló? Nei, ef þið fáið 10 milljónir á hvert kíló sem þið bætið á okkur hvað myndu þið setja mörg kíló á okkur? Sko, ég er núna Hafið þið sagt Voru við ekki að tala um daginn? Nei, ég hef ekki verið með þetta hér Sko, ég er ekki að grínast. Ég er núna í smá átaki. Já Ég Já, fekk mér út af bóks 2 á dag Ég fekk mér, nei, 2 Það er alltaf að sjá þig Tvisvar í viku Ég fekk mér en ég er að fara Ég er að fara Fræðilum dag Það var hann að bara keppa sko Þú veist, það gerist bara ekki hjá neinum. Jú, það er líka fólk sem er Jú, Tvisvar á það gerist dag nálega. Ha? Það gerist alveg Ef þú hjá ert að æfa 2 á dag, þá ertu líka atvinnumæður í einhverju eða stefna á það. Heldur að sé bara einhver Jón Jónsson til bæ sé að æfa tvisvar í vörklass á dag. Nei, hann er að fara að keppa í einhverju En já, þá er sem sagt hérna, ég ætla að reyna að skrúa upp í 3 skipti. En ég er að tala um 10 milljónir Salat. En hvert kíló Já. upp er 10 milljónir Veist hvað ég meina, þannig að þá Og þú mátt velja hvort það sé muscle eða feta Hvenær máttu byrja að taka þetta að þér? Ha? Hvenær máttu taka þetta að þér? Bara leið og segja bara að þú ert búin að ná upphæðinni Þá máttu svo bara byrja að En þú vinna veist alveg stendi að þú ert ekki með history of taka hluti af þér Mástu þú fórst á geinerinn Já, Öll kíló sem komið þar eru ennþá á þér sko ég veit það. Þannig að Þetta er allt sem þú líka, bætir á þig það eru menn sem að fýta sig fyrir hlutverk Já. Það er fast á þér sko Það er erfitt að taka þetta tilbaka af Þannig að þú verður að sætta þig við allt sem þú bætir á þig Já. Það er hann bara sko Sko, nei, ef ég Þú ert ekki að væri hlaupa að þér sko. Nei, en ef ég væri komin í, þú veist, mér er alveg sama sem einhver smá bumbur Það er líka út á tökulunni Ég var að Nei, skegga ég er að segja, ég er ekki að pæla þannig í þessu sko. En ef ég væri, þú veist, orðin þannig að ég ætti bara mjög erfitt með að labba stiga og svoleiðis. Þú veist, þetta væri bara farið að Þú hefur ekki verið- mig í lífinu þá Steindi, myndi ég veit ekki hvað ég þarf að segja þetta átt við Þú hefur ekki verið feitur sinni kynnt, veist þér Nei, ég er að segja, þú veist Aldrei verið feitur Aldrei. þú Nei. veist, sko, ég er að hugsa núna Það er ekki að fara á svið Nei, Það er ekki feitur það sem ég er að Nei, það sem ert alveg fara- Það er svo að sé að fara að keppa í Nei, þú veist ára milli Fitness. bara Já, Þú ert ég ekki er að bara löpa á vennileg svið. gaur Nei, treystu mér, ég er ekki að fara að keppa í neinu Nei Herru, Jú, Drengi, ég ætla að vera í bakarslöpið Já, Ég er búin að- við erum Já, ennþá að já, býða eftir því Ætlar að fresta, hvenær er næsta Ég er bakarslöp? ekki þú veist vissum að að- þú hjálpa veist þér að að- vera grannur í því Alltaf þegar það dettur inn Þá dælst þeim skilabóð Fyrst er steindamæti Og þegar liðið sem er að keppi Já, þessu þú ert búin að svíkja þetta helviti oft. Já, Ég held að það ekki 20-30 En ringi hvenær er þetta? Þegar við vorum að rausa, þegar við vorum að rósa skaupunum daginn Það fannst mér góðu skets að hitta mömmu sína sem var alltaf í bakarslöpinu Já, Mér gott. stóð ógeðslega að fyndi Mjög gott, hvenær er þetta aftur? Við þurfum bara Er þetta ekki í maí alltaf? Jú, Fléttu en við sig. erum að til En þú dæmis mátt með ekki að- æfa þessu Gerði fyrir þú tókst Við verum í þú tókst Póllandi einhvern hálfmarathon. tímann og- Manstu að bakkar í mark Hálmarathon Já. Þá æfðu þið ekkert Bara fórst bara og pakkar saman Steindi heldur í alveg að fara að hlaupa um einhverja skóa til að æfa sig í þessu Hvað er þetta eitthvað ruggla? Hann tekur þetta bara þrjóskun Ég er ekki að fara að æfa mig neitt Nei. Það er partur af þessu Mér langar að vita hvað óæfður líka En þú ert búin að tala um þetta ógeðslega oft Hvernig ætlar í þetta? Þegar þetta er næst Já, googlaði hvernig þetta er næst Ég þarf að gera Getur einhver hlustandi þetta að senda okkur hvenær næsta bakarslöp er? Það er einhver að hlusta sem er að keppa 100% Þannig að sendu okkur smá update Því að við erum að fara að reykja þetta mót Já. Þú ert að fara að hlaupi svona 2-3 daga Já, ég held það nú ekki En við erum að fara að ná lengra en Þú sé, hattar að sofa margir. Hattar að sofa, já eða nei Við lendum ekki síðasta, það er Nei. ekki just Við erum aldrei að En vera okkur sér við, ég er ekki frá að hlaupa Þið er að fara að vera í kampinu Já, alveg við erum í tjaldinu Manst ekki hvað við erum búin að fara yfir Við ætlum ekki að Ok, Já, En maður segja, við ætlum ekki að bregða neitt út fyrir þetta líka Það er málið, það er að mikilvægasta í þessu Þegar En ég ætlar að kem- hlaupa þá bara með veip og í vörinu og svona Já, og það er líka- þegar ég kem og þá er þið með, þú veist, þetta er ekki við getum ekki fara allt inn þá að prófa herri, fáðu þér hérna þorskflag í miður hlaup ég meina, það verður það þessi bestu í þessu bransa það er keðjur ekki Svo Mari sem er á bara er í top 3 eitthvað Hún bara elskar ekki meira en að henda sér í góri síkó Ég er Já, þessi hætt núna þegar ég- Já, nei, sko, nei, þú ert að miskila Þetta var heimildamynd Hún er að byrja að reykja aftur. hún er alveg geggjuð, sko En nei, málið er að ég Geggjaður að reykja. held að læknin hafi sagt ekki fara að breyta út okkur vana réttur úr hlaup Rétt við mótið, já Herru, en já, endilega sendu Já. okkur Ég heldur fáum alltaf sendur við byggum eitthvað svona Þannig að hvernig er næsta bakarslöp Ég ætla Það er eina sem ég ætla að keppi, sko Ok, segjum bara þetta má vera muscle og þetta má vera body fat Þið ráðið Já, þá Þetta er bara, hvað ætlar að setja það í mörg Þá myndi ég bara vera svona 300-400 kíló Bara böðum Já, fyrir ég þungur á hest Já, því að það er svo létt Ha, Egil var með draum að verða 100 kíló skafin, hann náði því aldrei og þú ætlar að vera Ég náði 300 Já, 98 byrju, þarf ég að vinna Ég var fyrir 2 þessu? kílóum frá því Hvað mennur að vinna fyrir þessu? Þú vakna ég ekki bara svona Nei,
Hvað með Ætlar þá að vakna 300 kíló Já, þá fengi ég fullt af pening Já, og líka að geta eitthvað unni World Strongest Það er með að pakka fjallinu saman Nei, þú vaknar ekki Nei, ég svona er endilega ekki það sterkur Ég er bara með þess að vöðu Þú ert annað hvort að Ef það er 300 kíló af vöðum Þá ertu sterkur í það Ekki veitur seriósvöður Ekki veitur ef ég er ekki bara að vinna fyrir þessu Ég vaknaði bara svona Þið vaknaði ekki svona, þið þurfa að vinna fyrir þessu Annarkvort þurfa að borða eða En þetta lifta var ekki koncept í þessu leik Þú gefur okkur þetta drallt sem við erum að segja að við Tökum á fá okkur, þú veist ef við erum að taka á Ef ég Það er að vinna fyrir þessu líka. Ef ég ætla að vera 300-400 kíló Þá lítið að vakna þetta fengið þetta gefið 400 kíló Sko, það er mikið Hvernig ætlar það að taka að þér? Hörðu, Hvað er lengi? Ég sko myndi ekki taka Steindar að fá serious cash sem hann setur sér við 300-400 Ég kíló ætla bara mest að þvæla sig heir Ég myndi taka Þú færð þá hvað, 310 miljónir Ef það væri Ef ég Nei, væri þetta var 10 miljónur kíló Já, Var ef ég þetta væri 10 miljónir á kíló? Já. Það eru þetta Elon Musk money hann sko En þess er ég að tala Þið verðið að gera þetta sjálfu Þið verðið annarkvort að borða þannig að í hvert sem þið þingist kíló annarkvort að vöðum eða þá koma 10 miljónur Þá er 10 Hvað sem haldið þið náið? En þá er 10 sem lettar að fitna Já, auðvitað, það er miklu léttara Það er sko mikið vesen að bæta þessu kíló á vöðum Það er bara alveg að vinna Ég geti Nú er þessi leikur léttilega bætt með erfiður 20 kílóm af fytu Já. Og þá meina ég léttilega Þetta er alveg vesen, sko það er miklu auðvitað að fitna en að bæta þessu vöðum sko, Mér er saman hvernig ég gerir þetta, hvað ætla að taka mörg kíló? Fyrir hvert kíló fæði 10 Já, okay. Ég veit ekki alveg hvað Ég ég spáði er að bara blöndu af fitu og vöðum Já. 50-50, og það er út ykkur bölk og það er alltaf fita og vöðvar þú er aldrei 100% vöðva, skilur 100% fitu þetta er eitthvað að blanda bæði, skilur og þú tekur gott bölk, menn maður er ekki að hlusta sem að tekja gott bölk En þú vilt reyna að drífa því þessu Þú vilt reyna að fá þetta Ég ætla að taka 10 kíló 60 kíló þá strax fer ég í svona 98-99 kíló fæ 100 m frá blöð, flott þú ætlar að setja það í 10 kíló Já. Ok, en þú Steindi? Bölk er eitthvað sem ég er að reyna að átta mig á hvað er Þá er það að borða til þess að þingja til að fá meiri vöðu og þingja þig og sem mesta vöðum og sem minnsta fitu, það er bölk sko, nema, jú, Þú varst ekki að hugsa því bölk, Nei, ég var bara að fá tölu frá þér Já, en Þú er aldrei lappan í gimm á æðiðin nema þegar Logi Bergman niðurlaði þann á sín Sko, tíma mætti ég taka stera? Já Já, styrar eru ólulegir Þannig að hann er ekki að keppa ólipileikunum að stendi sko Nei, þeir eru líka bara, það er ólulegt að selja á Gæi og Mosó með hund sem er gimm bara það getur dælt í sem það vil sko það er ekki náttúrulega töðjunum með það Þetta er gæjum Mósuna hund sem heitir Kim Já, ég minna það Það er lýsi, það er ekki að En ég meina Bara ekki segja henni frá því þá Já, ok Það er kannski ólöglegt hérna, já En það er pottitt löglegt í einhverju löndum, eða ekki? Nei, styrar eru hvergi löglegi sko Er það? Er það? Jó, spurðu gerðargrindina þessu Þetta er ólulegt efni Nei, Þetta er eitt ég held þú getur keypt, Hvað heldur að stera sér löglegir? Sko, ef þú ert að labba, þú getur labbað inn í apotek bara í Búlgaríu og keftir annan Nei Ég held það Ok, þú mátt gera það sem hún vilt Það bara veit enginn að því Já. Hvað ætlar að setja það mörg kíló? Þetta skiptir öllu máli, sko Því að þá myndir maður fljúa út Nei, ok, segjum bara sér löglegt Já, þeir eru lögulegir í sumlöndum Já, ok, það er hálfrétti á Steinþóri hérna sko ég svona veit ekki alveg hvort ég myndi setja með fitu að vöðva hérna ég svona það eru pros and cons í því Sko Steindi getur fatið Thailands og það er gerur getur að segja Thailand tiltölu auðvelt að kaupa í apotekjum labbar í apotek segja það var testosteron svo bara neglur í þig getur þú sagt bara I'm gonna have testosterone, can I have needle also og Jú, þetta er góður í ennsku sprauta í því bara í apótek. Hvað ætlar að setja það mörg kíló Steinþór? 20-30 ár Já sko, ef þú staðsettum inn í apotek í Tælandi núna þá getur það bara verið heldur mörg Hversu mörg? Hvað? Getur þú svara? Ok, ég er núna En þá átt maður vandrumlega Steindar hann getur alveg nelt í sig já, nenni því alveg, ég get lofa því en svo þarf hann að mæti í gimmið Hvað myndi gerast ef það það er ekki Hvað gerist ef það myndi ekki gera það myndi bara gerast ekki neitt sko Myndir ekki fitna? Nei Er þetta ekki geinirinn? Nei, það myndir bara, þú myndir bara svona bleið það gerir ekki, það gerir eitthvað Egil að það er að taka 10 kíló Ég veit ekki nákvæmlega hvað ég er núna Ég myndi gíska að ég væri svona eitthvað stað á bilinu, ég er búin að vera smá dulur sko. Ég er eitthvað stað á bilinu 87 til 92 Já, þungur ég Ég veit ekki, ég á ekki vikt Segjum bara 90 kíló þá Já, bara jafnvel Þú erum 90 milli kíló og ég myndi setja mig fyrir 10, svo mætti ég að taka þetta að mér Já, ég myndi setja 100 100 kíló Ertu eitthvað rugglaður? Veistu Hvað ætlar að taka miljard í hús? Já Ég myndi bara vera heima Þú verður og geta Nei, Steindi, nú verður að svara Og ég myndi hafa þetta bara fytu Nei, þú verður að svara núna það sem þú myndi gera Ég myndi gera það Svo myndi ég bæta á 100 kílóum að fytu Já, svo myndi ég bara fara í fytusog á 1.000.000 og nokkra sundu aðgerir
og vera skellir hlæjandi. En málega samt ég hef alveg verið með fólk í þjálfun sem hefur verið 200 plus og nelt sér niður. En bara að bæta samt á sig við 100 kíló að reynda að þú farið miljard. Ég sé fólk gera þetta. Þannig að það bakast eindu upp að það. Já, það er ekkert ómögulegt að henda þessu 100 kílóum. Annars væri enginn að því. Það er að fólk að því allan daginn. Og svo er komið sér lyf sem að hjálpa þér. Já, við tókum það ekki eins og inn í þetta. Svo er að koma Monjaro frá Íla Lilli og Reta Trúdit sem er líka ef þú heldur áfram þá setur hann 200 á sig. Fyrir mig næstu. Það er öflugur en Vegovi og Sempic sko. Við erum með Vegovi og Sempic í Íslandi núna. Það er komað betri útgáður sem Monjaro og Reta Trúdit frá Íla Lilli. Það er svo sem það er nýja tölvuleik. Já, þetta er frá Novo Nordisk í DK. Þeir eru að dropping the ball. Íla Lilli í Bandaríkjunum er að pakka það saman. En er ekki Novo Nordisk að koma með þetta í töfluformi? Drengir, við erum í milljón á dag. Við erum ekki að tala um þyngdarlyf, eru tilbúinir? Reyndar talandi þyngd, þá er næsta spurning 10 milljónir hvert kíló sem þú missir, hvað ætla að taka af ykkur? Af því að það eru til leikara sem að bæta á sig 20-30 kíló fyrir bíómynd og margir sem taka af sig 20-30. Ég vil ekki léttast sko. Það við sé Christian Bale þegar hann fór úr Scientist yfir í, það er rosa. Hann var að taka alvöru peninga á mér í þessum leik sko. Og ég meina hann líka, þú veist, hann hefur breytt líka svona alltaf rosalega. Hann breytt honum á 11 mánuðum þar sem að læknasöðu átti ekki að vera hægt. Sko, þegar ég er búin að þegar menn, svona, ég fætti með kallmenn og þeir segja hvernig villu vera og þegar menn líka sér oft saman við ykkur Hollywoodleikar og svona, til að vera í þessu standi þá heyri ég oft Brad Pitt í Fight Club ég heyri Brad Pitt í Troy og svo Christian Bale í American Psycho. Þetta er þessi þegi sem að menn veistu hvað ég myndi að segja, ef þú myndi spyrja mig ég myndi vilja vera eins og Bruce Willis í Pulp Fiction þetta er bara brjóstöðar hann er þetta ekki með hann vöðva Bruce Willis hann er bara með brjóstöðar bara í ágæti standi googla þetta myndir þessu, hann er með upphandleggi og brjóstöða og það er það sem að menn vilja sko. Hvað ætla að taka ykkur mörg kíló? 10 miljónur hvert kíló sem fer? Ég myndi taka af mér en mér finnst auðvelt að þingja það 60 kíló Mér veist þetta er easy sko. Ég get ekki verið í þessu leikmestilla. Þú bulla bara. Tátu 28 kíló. Hvað ætlar að vera 28 kíló? Nei, þú sagði 30 kíló. Þú sagði 60 eða ekki? Já. Er ég ekki 90? Var það ekki Já, ætlar að vera 30 kíló. Já. En þú veist, þú getur 178 centimetrar. Þú myndir deyja. Þú var að saga að þér löpp þá. Þú veist hvernig það léttaði svona mikið. Svo myndi ég fara all in í að þyngja mig. Af því að þú ert alltaf að setja sér tímabundið. Já, þú getur ekki snendið, tekið það 60 kíló. Að það léttaði 28 kíló. Hvað minnur? Þú veist alveg að fólk getur verið 30 kíló. Já, þú veist 178 centimetrar. Þú veist að inniblinn eru þung. Þú veist, út með inniblinn. Já, þetta er svo eigilsað. Þú ert að saga þér eitthvað líkanslut. Bara hausinn á þér, þessi þykki hausjótt með þungur sko. 50 kíló. Takaði 50 kíló. Já. Okay, þá ertu hvað, 38 kíló. Steindir bulla bara í svo, hvað ætlar þú að taka þér? Má ég ekki svara? Þú getur ekki tekið þér 50 kíló. Sko, hver segir það? Bara science. Mér finnst mjög auðvelt að þyngja mig. Það er mjög, minnst það ekki flókið. Þannig að ég held að ég myndi treysta mig að leta mig. Já, maður þarf að gera þetta sjálfur maður. Já. Og fyrir utan það að þú myndir deyja. Ég ætla að kemur 18 kíló. 18 kíló? Og ég myndi ná þeim á 2 mánuðir tilbaka. Það fengið tæpa 200 milljónir. Já, svo tek ég tilbaka. Ok, hann má bara hendi í 18 og ég má alls ekki hendi í 40 til þess. Það er mikill munur. Hann er þá að verða 70 kíló. Já. Þú ætlar að vera 30 kíló. Þú ert 178 centimetrar. Fullorðin maður. Já, þá ætla ég að breyta. Þá ætla ég að segja. Það ertu kettir sem eru 30 kíló. Þá ætla ég að Nei, hvað köttur er 30 kíló? Já, nánast. Nei. Ok, hvað er það? Ljón eru kettir, þau eru með 200 kíló. Já, kannski ljón, þau eru örgulega þingri. Þú getur aldrei verið 30 kíló. Ég get lofað því að vera að lappa hérna í Laugardalnum með það. Við sjáum hann, þú myndir sjá 30 kíló kött. Þú myndir þurfa að hringi meindireiði og press þegar þú myndir sjá það. Sko, Teddy sonur minn, hann er örgulega nálgast 30 kíló. Hann er svona 20 og Já, allir að vera jafn þungur og hann. Hefur þið séð hann? Já, Guinness Þú ert 178 centimetrar. Guinness er að vaksa hratt og hann er 7 kíló. Samt er hann Hann er hvolpur. Já, hann er að vaksa hratt sig Já, hvað matar eða greiði Guinness Þú veist að Golden Retriever hundur Þú vinnur við þetta. Hvað gæti Steindi verið án þess að sé lífshættulegt? Hvað gæti hann tekið að sér? Hann getur bara mist vöðva og fitu. Hann getur ekki mist beinað innibli. Það líffarinn, hann týnir þeim ekki. Nei. Þannig að þú gætir aldrei náðu þessari þyngd í miður. Hvað ætli ég sé mörg prósent af fitu núna? Þú er svona 35% þetta. Jesus maður. Hvað gæti hann tekið svona?
Það er ekkert að þá get ég mist Það er það. hellinga liðið sem er 35%, það er ekkert að því En þá get ég mist það. Já, 35% líkastendinni, ég reiknaði það bara Hvað þyngdi það? Út núna, segjum við sér 90 kíló Það er 35% að því ég fita 27, þetta er svona 30 kíló sem getur tekið þér. Já, en þú veist, ég hef Þá er meira... þetta 60 kíló, Ég ekki get- 60 kíló. Ég get mist meira af kílóm en Egill. Herðu, ég ætla bara í Af því síðustu. að ég er feitari. Það hlýtur að vera. Já, hann sagði líka bara svona vennilega tölu. Hann sagði 80 kíló, við vorum að segja að þú getur tekið 30 kíló Ok, en mér langar samt, ég ætla að segja 40. Já, flott sér. Það eru 400 miljónir. Það er 60 kíló, ég er 1,78. Ég held að sko, ég er Það er mögulegt. Ég meina, ég er 1,78. Ég held ég ekki að vera mikið þingri en 60 eða 70 eða eitthvað. Þú átt að vera svona 78 kíló. Þú ert bara, 78? Þú ert ekkert ykkur þyngdiðin alltaf leið Þú ert ekkert, þú ert ekkert 88 kíló, það er ekkert að því Herðu, þá er það næsta og síðasta. Ég veit ekki hvaða tölu ég fæði fór að steinda hérna. Steiktasta spurningin, þú fær 1 milljón á hverja sígartu sem þú ert að reykja, þú ert að keðjureykja þér, hvað tekur margar? Þetta er ekki yfir daginn, þetta er ekki yfir það bara, þú mátt aldrei drepa í. Þetta er eins og það, 1 milljón Milljón á hverja sígartu, þú ert að keðjureykja þér. Þetta er erfitt fyrir Ói eina. bara, Já, það myndi líði yfir því eftir svona 5 Já, ára. ég hef reynd eitthvað tíma Þú veist, ég galt að leika tók ég smók, sko Þú veist, ég eldinast sko, ég er aumingi með þetta Þú myndir alltaf taka 1 og fá 1 milljón, eða ekki? Jú, 100%, Sko, það eru ekki svona 20 eina það eru 20 réttur í En pakka. sko, Steindi geti, þetta er Já, sko, í máli er að ég náttúrulega reykti í einhver 18 ár, sko. Og mikið, sko. Þannig að, hérna, þú veist, 20 í pakka, hvað heldur þú myndir gleipi reyna við? póka af og til og allt þetta, sko. Þannig að þetta er svolítið, við erum ekki að setja okkur í... Nei, Egil myndi fá mun minn en þú aðna. Egil, hvað ætlað þú að reyna við, byrja á þér? Sko, ég myndi reyna við 3 ár Svo myndi ég bara æla 3 miljónir Já. sem þú fær. Steindi? Nú ætla ég að reyna að vera bara mjög heiðalegur. Já, hvernig væri það? Þið erum búin að koma með bullsvörinn. Það er að vera 400 kíló og svo 30. Ég skeit með 30, Já. en ég ætla að enda þessum 60, sko. Ok. Ég held að ég gæti reykt nokkra pakka. Okkar pakka? Já. Í röð? Já. Ok, hvað ætlar þið að reyna við þá? Þú veist, það væri ógislegt. Já. Þú veist, það er bara leið út komin á síkartu 3 eða 4 er það orðið ógislegt, sko. Að þú ert að keðja. Já, að þú veist að keður ekki. En ég gæti það, held ég, sko. Ok, hvað er svona tala sem þú heldur að þú ert ekki að reyna að fýblast? Hvað myndir þú reyna Ég við? sé þið tekað út Hvað varstu lengi meina sígarettur? Svona 5-12 sekundur eða eitthvað? Alltaf þegar við vorum í skaftaliðin, það voru út og fastbreykt Ég stóðst í hurðinni hana Já, Eldsnögg Já, en maður myndi ekki gera það í þessu. Þetta er marathon. Ok, þetta er 1 milljón á hverja, hvað reynir þú? Já, sko, síkarta er svona 12 smókar myndi þetta. Sko, ég myndi taka, ég myndi reyna við 10 pakka. 100 miljónir 10 pakka? Hverja sígarettu? Það eru 20 í Hvað er pakka. marga sígarettu í einni? 10 pakka, 200 sígardur. Eru 20 í einu pakka? Alltaf að taka Alltaf reyna við 200 miljónir. Ég myndi reyna við það, já. Og bara þannig að myndi líði. Og alltaf kveiki næstu Já. Ég er reyndan ef ég geti bettað á þetta Ég held að hann gæti það Það getur þetta aldrei. Herðu, Ég held að gæti þetta var gæti. 1 milljón á dag Þetta er bara og ég heldur sem búin að vera ég myndi ekki 20 fara í- minútur í þessu. Við ætlum að setja hér á drengir. Sverri Bergmann að lappa þetta inn, maður. Við tölum, já, hörðu, Wow. hann var með okkur í ammali. Við tölum að LXX með Birni var lag ásins. Þetta komst næst í að mínum mati 2025. Sumarið, Úlfarnir. Geðveikt. Topp tónlistarstöðin FM Það er 957 þeirra að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við steindirum konir hérna inn í klefan, þannig að þetta er ekki í beinni núna. Heldur betur ekki. Og sko, ég er með hugmynda nýjan lið sem að þetta er ekkit ósvipað þegar við vorum í gamla daga að ringja og hérna gera leiðilega sögur. Ok. Nema að maður þarf eiginlega að ringja á gemsanum, Já. vera með hana á speakerphone. Þetta er svolítið minn húmor, ég vona öðrum finnst þetta fyndi líka. Ég hef eitthvað, mér finnst eitthvað svo fyndi á svona ómerkilega hluti. Já. Þetta er basically að þú ringir einhvern vinnin eða einhvern fjölskyldumælum. Ég held reyndir að maður til dæmis við getum prófað að ringja svo í mömmu af því ég held að mamma tekja alveg vel í þetta. Mér datt í hug til dæmis ég myndi ringja í Eið eða Buster eða eitthvað Já. og vera bara, maður þarf að byrja símtala eðla. Já. Byrja bara hvað er að frétta þér og dö. Hvernig, sko, ég er að hugsa ómerkilega hluti. Já, og eins og mér datt í hug ef ég get pröfa til dæmis breið Já. og ég ringi hann og tala eðla við hann fyrst og svo ætla ég bara að segja hann til dæmis bara herri á Dæja Systir og þessi nýtt grill. Já, já. Þetta er ekkert eðlilega ómerkilegt og eitthvað sem ég myndi aldrei segja honum ef það væri að gerast. Nei. Kannski er þessi liður ekki neitt En og ég þetta einhvern- fattið það ekki þá. Þarf það ekki að segja að þú hafi verið að fá þér nýtt grill.
Nei, það er ekki jafn ómerkilegt. Já. Ok, það er hægt að taka. Ég til dæmis að, ég held að við myndi hringin mömmu sem ég langar líka að pröfa til að svona sjáist bara munin. Já, ringjum í mömmu okkar. Ég ætla að byrja á ómerkilegu við eitthvað sem ég held að myndi aldrei nenn að tala ómerkilega hlut. Nei Ok. Eyður einn af þeim, ég bara veit það. Já, og ég pröfu þetta. Svo bara sjáu ég hvort það sé eitthvað ekki. Er þetta hangi lengur, eða hvernig er þetta? Nei, þetta er eitthvað. Þetta er bara stemning. Þetta er eitthvað bara svona, minn húmor eitthvað. Svo getur vel verið þetta sé hræðilegt. Ef að prófa það? Já, prófum það. Ok, það sjá. Alvöru lag hjá hann myndi byrja. Það segir við. Ég er góða bara sjálfur. Takk fyrir. Nei ekki, eitthvað nýtt í þessu? Nein. Hvernig er helgin? Bara róleg, held ég, sko. Við erum með börnin náttúrulega bara einu höllu þessu vikuna. Ok. Þannig bara með eitthvað mjaka áfram og koma okkur inn í þetta hús, sko. Já, ég skilji. Það er hérna Hugi með eitthvað ammali í kvöld en svo bara skemmt á eitthvað. Já, hvað er hann? Hann er 45 ára kallinn. Já, ég held það. Já. Svo voru Dæi og Óttar að fá sér nýtt grill. Nú. Já. Það er alltaf að gerast. Það er margt í mörgum aðeins. Ertu í þætti? Sko Steindis að þú myndir strax fattur. Þú áttur að segja þeim. Þú áttur að segja þeim að þú væri að hafa ykkur. Hann náttúrulega heyrir ekki þér að þetta er glemst þig. Þið fáið ekki leyfi. Já, kærðu okkur þið heyrið þér. Ok, þetta var rétt í þær. Sko, en ef ég þó að pröfa núna mömmu og sjá hvernig hún tekur því að ég segi og svo tekur þú tvö. Já. Ég held, ok, sko, já, myndu allir vinir okkar, allir að fara að segja bara, já, ok, hvað, er þetta það ábyrgandi? Ef þetta er grillsystiðinnar, þá, sko, ef þú segir við einhvern bara blessa þér hérna, já, ég var að fá mig grillmaður eitthvað. En myndi ég ekki alveg, ef þú myndir segja ég myndi heyri í þér, myndi ég ekki alveg segja bara, hérna, ég var að fá mig grill? Já. Já, ég myndi segja, ok, nice. Já, hvernig grill? Já, örgulega, hvernig grill? Ég veit ekkert grill samt, en bara, já, ekki bara gegja grilla. Já, þurfum bara að grilla, myndi ég segja. Ok, ég ætla að prófa mömmu núna. Býtu, svo myndi, sko, býtu, en þú getur sagt hérna. Ég ætla að segja þú, sko, ég ætla að segja þú að vera að fá þig grill, sem er ógeðslega ómerkilegt. Og ég ætla að sjá hvort hún fatti það eins og Eiður fatti þetta. Ok. Æskan. Takk, hvað segir þér? Fint bara en þú. Herri, ég er góða bara, hvað er það bara að segja? Ég er að fara í fólksstyrkingu núna. Hvað er spá? Næs. Ég ætlaði bara að tjekka, við erum að fara að hitta fólk hérna út af Fossinum á sunnudaginn, en það er bara í eitthvað 2 tíma. Já. Og ég ætlaði aðtuga hvort að ég mætti kíkja með strákana bara og ég myndi svo sækja á eftir 92 tíma cirka á sunnudaginn. Já, það er til lagi. Það ekki? Jú. Hvað fréttan að segja? Nei, bara allt vítast að maður er bara svona að gera sér kláran í að fara. Já. Gekkja. Yes. Þannig að það er bara geggjað. Já. En hjá þér, þeir hafa ekkert vext strákarnir það? Nei, þeir eru ekkert ekki, sko, voru bara ferskir. Nei, það er fínt. Steindi og... Kannski af því að maður var búin að vera með tvíburana allan daginn, sko. Já, þeir voru alveg brættið strákarnir, sko. Já, það er fínt. Annars voru Steindi og Sigurún að fá sér nýtt grill. Það er að fá sér nýtt grill? Já. Heldur flott. Já, ekki? Já. Við ætlum eitthvað skoða við Rakel jafnvel eldaði því. Við Rakelum eitthvað spáði að eldaði því og fá okkur bara sjöða. Fá okkur bara sjálf grill? Já, bara svipa á þau, hann fekk eitthvað næslátt eitthvað, við ætlum að skoða bara að fá okkur svipa grill og þau. Já, ok, skan. Frábært. Yes. Já, ok, þá heyri ég þér á sunnudaginn. Herru, já, gerðu það, skan. Ok. Ekkert mál. Ok, já. Bye. Já. Það kom fagnir sem ég vildi. Það kom og ég var mamma. Hún var ekki, já. Viltu hringja beint í mömmina? Viltu ekki byrja okkur sem ómerkilegur og sjá svo hvort að mamma þetta ekki? Hver væri... Ég var að tala Slæ á leiðninga. Og hérna gera Slæm og svo. Þannig ég gæti náttúrulega hringti hann bara, það er ekkert skrítið hringja, það er blæsað, ég glemt að segja þig. Nei, já, rifjað upp eitthvað, þá verður eiginlega að hafa eitthvað pínumerkilegt. Já, við vorum basically bara að tala kjólan í Mosó sem er alltaf í loka ágúst, hvað ætlum að gera, við erum alltaf með eitthvað stemningu. Já, ok, en þú ringið þá núna og segir bara, já, herru, hérna annars voru, ekki segja mig, segja annars var hérna Óli T og þau var sér nýtt grill. Já. Ok, ekki þessu auði, ég var að fatta það núna, það náttúrulega tengið svolítið við þáttinn eins og ég, Eiður að samt fatta það þó ég satt Hugi var að fá sér nýtt grill, sko. Já, ég segi DNA hefur að fá sér eitthvað nýtt, eitthvað, nýja garðslöngu.
Nei, það grill ég held að grill sé akkurat. Ok, pröfa að ringja hann, svo ringir í mömmuðina. Ok, já, ég ringi bara hérna. Já, það er gemsa. En þú verður að byrja á því að segja eitthvað. Herru, já, eitthvað, ég glemt að segja þér áðan Lalla. Og segja svo bara, herru, já, svo var hérna Óli T að fá sér nýtt grill. Einmitt. Ok, kannski rifja aðeins upp síntalið á það. Já. Blessaður. Blessaður. Hvernig er þetta? Góður. Herru, nei, ég var bara aðeins að hugsa kjúlan með djöð. Ég held að þetta verið helviti gott. Nei. Jó, það er margt í þessu. Já. Það var gaman að finna eitthvað hérna, keppnina hérna daginn, heimsmeistaramótið. Að vera kepp í einhverju, að vera fyrsti heimsmeistarinn, Grindur. Kildur í barkan, keppni. Já, brókaður. Herðu, hérna, já, svo Dóra fá sér grill. Fá sér Grill? Grill, bara eins og í gasgrill, eða? Já. Ok. Svakalegt alveg. Það er rosalegt. Já, herru. Það er bara að grilla það. Já, það ekki? Já, það er fíla. Herru, hérna, ég heyri betur þér eftir. Já, ok, bye. Ég held að þessi hörmur þín er það sem er grilla. Fattar þú? Ok, kannski er ég bara með svona steiktan húmor. Hvort viltu pappa mína eða mömmu mína? Pappaðinn, er hann ekki meiri gullible? Heyrðu, hann er ekki búin að sína það sem ég senda á hann í dag. Ok. Það veistu hvað ég var að biðja hann um? Hvað? Ég er að tala við hann leiðinni. Já, það var ekki að ná honum aðeins inn eins og ég fór strax í pössun og eitthvað svona. Já, ég var að senda á hann hvort það var ekki comeback og brandarakefna. Já, ok, geggja. Þannig að hérna, en hann er ekki búin að svara. Ég ætla að aðtöga hvort hann sé ekkit. Akkur er hann ekki búin að svara því? Ég er að hringja hann. Jóflur. Halló? Það er að gerast. Nei, heyrðu, þetta er ekkit númerið hans maður. Ég var að hringja bandvitlis númer. Það kemur ekki pappi upp á símanum með þér? Jó, en ég horfði ekki. Úps. Hvað var sagt? Eitthvað augna blik? Nei, ég veit það ekki. Heyrðu, veitu það? Skrifaði P-A-B-B-I. Nei, ég kann númerið. Ég hringdi bara eitthvað vittlust ég. Nú hringi ég. Sæslega minn. Hæ, hvað segirðu? Bara fín. Heyrðu, varstu ekkert búin að sjá á Facebookinu? Nei. Ég sendi þér í hérna dag. Já. Morgun. Hvort þú væri til í að koma með comeback á brandarakeppnina? Já, þú meinar. Já, En ég er bara veltaði hvar ég á að finna þessa brandarheila. Ég get reynd að finna eitthvað á netinu. Já, en þú hefur nú verið duglegur að semja líka. Semja sjálfbrandara? Já. En þú vilt ekki frekar að hérna að ég komi með svona skemmtileg málsætti, það er til fullt af málsáttum. Já, brandarður Svona eitt fugl í vas og tveir í skógi og... Já, brandarður sterkari. Herðu, en býtu, hérna, ég ætla líka að segja þér eitt, hérna, hann Öddi. Já. Þau voru að fá sér nýtt grill. Voru að fá sér nýtt grill? Já. Já, og hvernig þá? Bara svona gasgrill. Já, já. Ok. Og er það eitthvað svona turbogrill eða? Já, eitthvað svo leiðis held ég sko. Já, já, já. Já. Já, glæslegt. Vorum að spá í eldaði að blísu. Herðu. Já. Hérna, já, líst þér ekki vel á brandarana? Ég hringi á kannski í þá eftir með varandi brandarana. Já, en ég verð að nú er ekki föstudagur það? Jó. Nú þá þarf að skila þið fyrir klukkan hvað? Já, 4 bara. Já, ég skal hérna kíkla á það. Leggur höfuð í bleiti. Ég legg hausinn í bleiti. Ok, bye. Ok, bye. Þetta er ekki flóknara. Ég veit ekki okkur ég veist þetta æðislegt. Kannski er einn með það. Þetta var ómerkileg. Hvað á þetta heita? Er þetta kannski ekki komið til að vera? Herru, þetta er þetta og komin ómerkilegur hlut. Já, minna það, sko, ég held þetta sé komið til að vera. Þetta er, ég elska eins og maður hringi fólk og segja bara hérna sverðu það. Ég elska þögnina. eins og nýtt greið, það er fyrir mér, það fer ég að hlæja. Þetta er bara, sko, með mömmu og pappa en maður nákvæmlega svo vildi hafa þetta. Ég held að þetta sé komið til að vera. Kannski er ég svona sérstakur, þið með endilega að senda hvort þið hefðu gaman að þessu ekki. Ég hefði gaman að þessu og við þakkum fyrir okkur hérna nú Klefa. Vonandi kemur brandar á hornið.
það kemur Topp tónlistarstöðin Þetta er FM 957 Það er þeirra að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 Neitt gamalt og gott hér, Love the Way You Lie, Eminem og Rihanna En við erum konum með góðan gestinga í stúdíóið Hann er á leiðinu með okkur í afmæli og eftir og já, ætla hann ekki að koma í þáttinn Það er alltaf búið að setja upp sliðan í hann Hann heitir Sverrir Bergmann og er fyrrum bæjarstjóri Reykjanesbæjar Verður velkominn The Governor Herru, þú dróst þig úr, ertu hættur í pólitíkinni eða? Ég er hættur í bæjarpólitík, ég er ennþá í landspólitíkin Ég er að fara inn á þinga á mándaginn Ok, yes. þannig þú ert ekkert alveg hættur Nei, ekki í landspólitíkin græja okkur á þing? Ég get bóðið ykkur í heimsókn eða viljið næstu viku Já, kíkjum Er það bara að halda ræðið eða? Ég kannski Megum við setja inn í salnum eða? Nei, þið megið ekki Ha? Þið þurfum að skrifa undir drengskapar heiti Já Þið Það er megið bara ekki svona fara leiðin inn í í salnum skátana Ertu að segja ég alveg satt það? Ég er að segja Og alveg hvað, en það Þið megið ekki fara inn í þingsal En ef við skrifum undir þessa Steindi pappir Junior máli fannig Þið megið, þá megið þið fara Er það ekki? Þá skrifum við bara undir þessa pappir En sko Já, ég sá þessu pappir er býði bara Þú þarft að vera kjörin og Kjör? Já, hvað meinar Ég veist það Ég geti setið bara hliðin og simma demaður og gnarrin og allir bara Sko allir mættir. Gnarrin tók daginn, hann tók indrið Hann sagði að það var eitthvað banki í opnunum Ákveður tekur þú ekki bara án því næst er þú verið í pontu Það væri ekkert skrítið að ég fara allir að syngja í pontu Jú. til þess að fá þetta Nei, ekki Þú þú ert að breytir singer. Eitthvað svona, þú veist, og stýrisvextir og húsnæðismál Já, já, silla minni En Inga Sæland Þú syngur við hvert tækifæri sko Hún er að singer Reyndar sko Þannig að já, þetta er ágætismótur Inga- Svo þetta er trompið þitt Ég meina þú svo út í töluleik Þú ert ykkur dvergur í ykkur skó Já, Með ykkur Draumurinn. Öxi. öksi, já Og veist, Hamar helst, þú ert með hamar. eitthvað magic power Já. Þú notar það ekki asshole Já, þetta er góða punktur Þannig að ég á að Þetta er your magic power hérna Ég Þetta veit er bara bara- sýndu Sessi er með flottasta töluleikjanafnið of everybody sko Hann er með Sverror 404 Hann er líka Þetta master er of bara words strákar, þetta verður nördalega með hverju áreinu Sverrof, já, herru Heyrðu, við erum eftir að finna leik Ég veit Við erum alltaf Já, að finna það er eitthvað sem þið getur rætt bara ykkur á milli Við erum að fara í dagskrálið sem að heitir Fólk stillir á bylgjum Ég er svo Brandarhótt pappans Steinda Eitt með pólitíkina Hver er skemmtilegast í pólitíkusin? Það er þetta góð Það er alltaf simmi. Hver er skemmtilegastur að það er á þingi? Það er bara óundibúin að Nei, þú veist bara Þetta er alltaf simmi að vita Vertu bara hreinskilinn. Og Jóngnar Þetta er simmi og Jóngnar Já, banna að segja Jóngnar Af því að Jóngnar er bara Finnast þið maður á Er hann jörðinni out? Já, Ég það má finnst ekki segja hann Sigmundur Erdir Ég veist hann stórkost Já, Sigmundur Ernir? Sigmundur Ernir Já, ok, það er toppmaður Hann er mjög Vann með skemmtilegur honum lengi Það var á fréttastofunni Já, Hæ? já, hann er mjög skemmtilegur Það er toppmaður, ákveð svona heils á því Jú, ég bjóst í hinum simma Já, já, já Þú veist, ok En hver er leiðilegastur? Ég segi þið það ekkert En er eitthvað sem þú er bara Hver er svona mest í hálfvitinuna? Já, það er alveg einhverju sem Það er ég leiðilegt gæti fólk. nefnt eitthvað nöfn sko, en ég ætla ekki að gera það Hvernig er í hádegismat? Þú veist, farið þið öll eitthvað Herru, hvað er að kíkja á hannan eða fara á Þú veist, skilur Það er mötin þetta Það er mötunni Höfum að það, hvað er að geta það? Farið þið aldrei neitt Eða eru þið að borða in-house? Jú, þú veist, flokkarnir fara stundu saman en við erum ekkert eitthvað allir á alþingi að fara saman og hana Nei, ég segi bara Það þarf ekki að vera hanin Það má vera bara Subway eða Kenny Þetta er mjög gott Af því að ég hef aldrei lappað á Kenny í hátteginu Já. Og ég er nú bara drullu oft þar sko Já, mjög oft. Það var það ég er í smá kötti En, Já. en hérna, þá hef ég aldrei séð bara Þú veist, herru, það er bara allir í viðreisn hérna Það gæti alveg dottið Já, ég veit það En En hvað hvað er í mötunætinu? Það er bara svona hefðbundið mötuneyti Og sko, landslískokkar og eitthvað svona Nei, þú veist, mjög góði kokkar Já Alveg 100% Til sko dæmis, hvað fegstu síðast þú varst í mötunætinu á alþingi? Hvernig er fiskur? Ég fekk Mánudagur eitthvað og- fisk, já, ég man ekki alveg Steindi hvað var ekki fisk En svo er líka kaffistofa sko rétt fyrir utan þingsalinn Það er náttúrulega fólk ofta að chilla svona þegar það er þingvöldur í gangi sko Sita ekkert allir niður í salnum allan tíman Nei, Er það er að chilla á kaffistofu. ekki jageratna eða gutt læta eitthvað þannig Ég er ekki sem mikið áfengið þarna inni sko ok Ertu illa séður og myndir að opna bara einn Ég hef ekki prófa og ég hef prófa Nei, ég er bara spáðið, Sjá hvernig tekið það. þú veist, væri fólk bara byrju, hvað er í gangi hérna? Væri ekki bara, hvað, og takk eitt hérna og svo Þetta er hlusta á alltaf vinnustaður og allt þetta Það er bara sama á öllum vinnustum Já. Ég var að segja ykkur á hann, þetta er út af súpubólinn Það verður stór förðulegt að vera alltaf að dæla hérna frammi Já. Meikar engar sens en förum í brandar og hótt pappans Steinda Þetta er liður sem er búin að vera í góðri pásu En það er, don't call it a comeback segir Þetta er ekki comeback sko. Nei, en ég er spenntur, hann var orðin vel gróður eftir að Steindi skrúa hann niður Nei, ég skrúa hann aldrei niður Vonandi er hann á róli núna Herru, ég sverða, ég skrúa hann aldrei niður Já, ok. Ég sagði ekki Sagður aldrei Jó. eitthvað pappið þú voru aðeins Nei, að ég sagði ekki múkvæm Steinþór, ég sá, gleymir henni Ég og Blöð horfum með andlituður Já, já Við sáum alveg að þegar að brandarnir fóru í, þú veist, Ég er þegar fóru alltaf- Escalate þá fóstu þá þá hætti þetta. fóru að perla ennina Ég er að og ná- þegar það fyrir að gerast þá eðlilega
að fara að skrúa þetta niður. En málið það, ég alltaf á nálum þegar hann byrjaði sko. En ég hef aldrei verið að ritskoða hann. Og hann sagði bara við mig, ég bara búin með brandara. Hann var ekkert að ljúga því, hann bara, en málið ég baða hann í dag, hann kemur líka alltaf hann kemur ekki með 3, hann kemur með 8 hann þarf eiginlega svona hann þarf að minka þetta og hafa þetta oftar en fyrir mig 8 8 brandarar sjáum hvernig þetta byrjar herru, brandarahotn, pappa sko, mís við getum ekki hvort á þetta, bestu getur verið síðast sko. True, svo stundum ef þetta 8, kannski eru mistökarn inni og hann byrjar aftur eins og hann gerir stundum það hefur gæst, Sigga, hvernig eigið þessu svo kemur en þú kannski kennur að remove a message ef það gerir tók langa tíma að kenna hann bara þetta. En ert þú búin að hlusta á þetta? Ég fyrir alveg kaldurinn sko. Út af því að þetta getur verið sko, stundu fenni brandara sem eru og grensunni sko. Erum við kontum með þetta? Og við erum náttúrulega með sko the king of dad jokes í stúdíun, það Sverrir Bergmann. Þannig að hann gefur þessu einhvern. Við gefum þessu alltaf einhvern, en Sverrir getur komið þar inn. Brandarahotn, pappa minn senior slæðir á léttastrengi, byrja hér, fyrsti. Einu sinni voru 9 kýr sitjandi á grindverki og þær voru ekki með neina reglur en blotnuðu samt ekki. Af hverju? Og það var ekki rigning. Það var ekki rigning. Glemdur þetta pásu. Já, það var ekki rigning. Þetta er gátur. Já, við erum alltaf að giska hvað svarið er sko. Hvernig ég hef aldrei giska á þetta. Það var ekki impressive. Þetta var þrestur. Þetta var fyrst. Þú mátt ekki gleyma það, hann vinnur sig upp. Hann byrjar aldrei strengt. Vil ég ljúi að ég bara gefa ekki ljúi. Rassabrandar eru síðast sko. Hann var aldrei með rassabrandar. Hann var orðinn tæpur. Nú byrjum við þetta nummer 2. Ung stúlka var að fara að leiða belju undir naut. Það er ekki betra að pabbi þinn sæja þetta. Nei, það verður að vera naut. Sko, þetta er að vera dæft strax. Þetta getur ekki tekið tilbaka. Já, hérna. Sko, ef þetta er brandar nummer 2 þá er ég að heldur peppað fyrir síðustu 6. Helviti allar hann að koma með gróft kompakt. Nú er ég farin að Það er bara að perla. Já, Pabbi og afi hafa ekki talast við í 30 ár. En þeir eru ekki lengur reiðir við hvern annan. Eru þeir búinir að grafa stríðsöxina? Nei, en það er búið að grafa afa. Þetta er eitthvað besti brandar Þetta er fjast. Þetta var ágætt. Þannig að tímasetningar eru ekki alveg på 10. Nei, þú líka sko, þú ert bara að gleyma hvernig liðurinn var. Þú pásaðir alltaf, við áttum að giska á pauslen. Þú ert að playa aftur. Þú ert að drulla. Brandarahotn, pappa minn, senior slæðir léttastrengi, giska á pauslen. Já, og þú ert bara að rosta þessu. Þú ert ekki að pása neitt. Það er alveg stress og félagann hérna. En það eru 5 eftir. 5, ok. Þetta byrja sko. Hjón voru að rífast. Ég er búin að kaupa leggsteinin þinn á honum stendur. Hér hvílir Guðrún köld eins og vanalega. Ég er líka búin að kaupa þinn. Ég er líka búin að kaupa þinn. Hvað ætli það standi? Hér hvílir Guðrún köld eins og vanalega. Hann er strax komið. Hann er komið með pillu og hann á frúna sko. Og hann er farin að tala um þessi kynköld sko. Hún er með neðanbelti sko tilbaka. Dreikvað hann sé aumingi og náður og hér liggur hann eins og vanalega. Hér liggur hann dauður eins og vanalega. Takk. Og hann stendur. Hér hvílir Þórir stífur í fyrsta sinn. Stífur í fyrsta sinn. Mjög gott. Alveg comeback. Ég vissi að þetta var eitthvað titlingatengt sko. Stífur í fyrsta sinn. Ég þarf að hætta í þessu. Þú ætlar að fara að beint í þetta. Nei, ég er bara að segja. Það var hann að meina annað. Nei, ég er að meina. Þetta var að meina það. Það var að meina það. Já. Það hlakkar alltaf svo í allir þegar gamli fyrir yfir strikið. Nei. Þetta var ekkert yfir stríð. Nei, stífur í fyrsta sinn. Já, ok. Fyrir þetta aftur. Úff, ég er alveg að náli fyrir þessu. Tek það. Eiginmaðurinn spyr konuna, hvað myndir þú gera ef vinn í lottó? Konan, taka helmingin og flytja út. Flott, ég var að vinna 1200 kall í lottó. Hér er 600 kall og drullaði þessu út.
Helvítis Ef ég gef þessum 8 Þetta var besti brandari Ef þú vinn í lotto Hei, hann vann 1200 kall Hérna 600 drullar Björn Bræðir var að sæna senior Þetta er púðisugustæmi Þessi var góður Sýnir hann eftir að vera með stand-up Hérna er 600 kall og drullaður úr Já, þetta er orðið heldur grótti á honum Nei, það byrja áttir 3 eftir En ekki mikið að tillingu, bara að maður stífur á honum Það var einn Annars er ekki búið að vera mikið Það var lott og grín Slökum á Herru, það eru 3 eftir Þetta er fein að það eru búið maður Ég er bara að gleyma hvað það tekur á Herru, ja, ok, þá er ég að stoppa eitthvað Ef ekki bara leiða Nei, látum þetta leiða. Ef ekki bara Hvað er líkt með eiginkonu og bens? Þú lánar ekki bensin. Helvítis maður, tíðvöld á Það er erfitt að Það er góðin Það er lítið grim Ég þarf eitthvað að heyri í honum Þetta er ástæðan fyrir að Steindi hætti með þetta sem fyrir að vera í mynd sko Kallin hefur verið að grimma Ég þarf bara að hlusta á þetta áður maður Þið fannir Nei, það er bara Ef þú myndir hlusta á þetta áður, það myndir ekkert fara í gegn Það var taubrandar að það Já, ok, alltaf Tveir eftir Ég er samt eða sammála babbaðinum að þú lánar ekkert bensin Ég þorðum að líta á play Hello, ok Amma hóf að ganga 10 km á dag þegar hún var 60. Í dag hafðu ekki hugmynd hvað hún er. Herru, hann er með alveg Hann er í skóðu Þetta er besta sem hann að segja Hann byrjaði hægt Hann er Jöfnveld er hann heitir maður Hvað er hún er? Herru, síðasti Frendi minn er burðarþórsverkfræðingur. Hann hætti að vinna, hann þoldi ekki álagið. Sko, endaði soft Já, við byrjaði soft, endaði Við soft náttúrulega spilum við þetta eftir En hann átti rosalega Það enda stífa Enda gróat Þetta var alveg En fyrst að við erum með Svessa hérna í stúdíónu Þá er sko, við mátt rætta hérna drengir Bara frá því 2011 Að lagið með Þórun Antonínu Too Late Af hverju var það ekki heimsfrægt? Við skiljum það ekki Það er ennþá alveg möguleikir Góðum lög að pikkast upp Ég veit það, en við Það er alveg gott lag höfum veltið fyrir okkur í 14 ára Okkur er þetta lag ekki, en núna 15 ára Okkur var þetta lag ekki heimsfrægt Það er annar lag með Svessa og Klar Sem er nú risa DJ út í heimi Sem ég skil ekki okkur var ekki heimsfrægt Sem er geðveikt. Og það lag heitir Fever FM 957 Það eru Dynout og Loop Zero sem fær ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og sjálfsögur Keiluhöllin við minnum á Keiluhöllin, það er Super Bowl Sunday á sunnudaginn, bókiði borð keiluhöllin.is og svo er það sjálfsögur, sko það er hægt að vera í Keiluhöllinni alla helgina, getur tekið United Tottenham í hátinn og lögati, gist þarna hort svo á City, Liverpool Super Bowl og farið í karaoke, Keilu og gert allt sem þú vilt á meðan en Það er svakalegt ja, þetta er góð helgi framöndan maður. Þetta eru við í gýr. Hér eru allir í gýr og það er komið að spurningkeppni Gilsarans. Og hvað eru að fara að vinna með, Egill? King of Original út af því að við vorum að fá Original Pepsi bræðið Upprunalega bræðið og kom í dósirnar og bláu, rauðu Pepsi Max fíklanir ætti að taka pásum helgina og leifa sér að fara í full sugar originalin sko. Ég er náttúrulega það er svolítið skrítið þegar maður er vanur eins og Pepsi Max og ferði í sigrað eða vanur sigur og ferði í Pepsi Max það er svona skiptingin yfir oft weird sko. Já, en þetta er upprunalega þú verður að fara í þetta Ég er peppaður, ég er að fara í þetta eftir sko. Það er bara, en það er með King of Original sem hefur aldrei verið áður Ég elskaði með keppnum sem ekki verið áður Svessi vill ekki verið í spurningkeppnina þegar hann er áþengismæður þannig að við tökum þetta bara Svess má það bara svona sem stuðningur Þegar við nota Svess sem stuðning sem að stendur út í vesinni Þú veist hvað ég að svara núna er ekki alveg viss spila salin þegar maður salurinn er Svess mouth Það gleymir stundum að Svessi var náttúrulega í fyrsta FN95 blöðþætti allara tíma Já og líka svo var hann í morguþætti lengi og hann er veteran í radio Hér á FM Hér á FM Herru, talandi að spila sal Svessi væri nú ofalega ef maður færi eitthvað svona spurningarleikum að þetta ringi í vin Sérstaklega kemur eitthvað starfræði Það er klár Hættir þú að tala með, farið spurning Það er ekki heimskur, svo kann hann að syngja svona huggulur í þólalí Hvað er 8.6? Ég ætla að ringi Svessa King of Original 40 Svess Ég met þetta 50-50 milli blöðastóni og fyrsta spurningin er Hvor okkar er meira original? Ertu 100% original og til þess að rökstiðja er eitthvað litur í hárnaður ertu búin að fara eitthvað lítið aðgerðir nota stera eða ertu 100% original
Ég er 100% original. Aldrei farið lítið að gerð. Það er aðeins, ykkur farið ekki lítið ekki. Ég fór lítið ekki daginn. Kíkt á Hannes og Aldrei farið. En var það ekki eitthvað á augnlokunum? Jó, já, lítið aðgerð. Ég var í lítið aðgerð. Kíktur á Hannes bara leikstjóra? Hannes lítalækni. Ég er original. Ég farið í ljós en það er helviti langt síðan. Það er ekki hérna sko. Reyndar Svess er að benda á tattúin. Það er samt skraut. Blöð er líka með tattú. Sko, tattú er skraut. Það er allir með, sko, allir sem þekki eru með tattú. Ég og Tartmouth, kannski. Ekki kalla landsþingmann Tartmouth. Nei, Svessi, hefur þú ekki að fara á bylgjuna og einhver kallaði Tartmouth bara á bylgjunni, bara þingmann? Það er sérstakt. Eða hefur einhvern veginn mættu á alþingi og sagt nei, Svess to mouth er mættur. Reyndar það geta alveg við, sko. Þetta er allt saman skrítið. Þeir eru báðir original. Það er punktur á báða hana. Fíla það. Ég held ekki að segja þetta, þú ætlaði ekki að fara í anadról þú ert ekki byrjað að lifta. Nei, ég hugsa og blöður alltaf búin að vera clean. Ok, fyrir mér þetta Sér bara ekki að fara í það hvort það er sko. Ertu the original opos þú ert ennþá með physical veski? Já. Ertu með physical veski, Sverrir? Nei. Ertu kannski með kortið bara í símanum? Ég er þetta með veski bara út í bíl, sko. Já, vennilt fólk er með út í bíl. Það getur það á sér. Veitu hvað, er alltaf með veski út í bíl? Þá er hann með orginal veski. Hann er með kortin í símanum, Sverrir. Já. Thank you, sir. En eins og núna, við erum allir að fara í ammæli í kvöld. Tekur þú veski með þér? Nei, ég er bara með í vasanum. Símanum bara. Nei, já, þú tekur ekki bara leður veski með þér út? Nei. Gerfilegur veski. Hvað er ég með? Það bara nei. Herður, hefur báðist þig, við erum orginal. Er það kaldur að geima þig í bílnum? Ég veit ekki geima þig í bílnum. Þú er svo nógiðast endi. Já, það getur verið bróðsinn í bílinn. Já, þú ert ekki að geima eitthvað verðmætt í bílnum. Sko, fólk sem er að hlusta, þegar ég tala hversu nógiðast endi er, það veit ekki helmikið. Fólk heldur þetta séu svona fyndið við sem að gera grína og ekki nógiðast endi. Hann er svona 10 svona nógiðar heldur en fólk heldur sem hlustar á þáttinu og búið að hlusta í nokkur ár. Ég er búin að kveikja. Hann er bilaður. Þetta er ekki negt, hann er bara nógiðar. Þú ert rugglaður. Ert þú alltaf að geima verðmætt út í bíl hjá þér? Það er alveg gerst. Hvað, af hverju? Af hverju fer ekki með inn? Það er líka vont að vera með verðmætt í kulda. Sérstaklega ef þetta er eitthvað ráftæki. Næsta spurning. Það er 2-2. Hörru, þið bara fáið punkti. Djóður er góður í þessu. Ertu fyrst og fremst í grunninn bara original blöðurukall? Ég skildi ekki eins og spurningu. Og ertu fyrst og fremst bara í grunninn original blöðurukall? Það byrjaði þannig. Já, ég meina við byrjaði þannig á blöð? Já, ég meina blöð var á brjósti. Punktur á blöð? Já, ég skal alveg taka punktur. Þú varst á brjósti? Ég er ekki að tala um lítið barn að sjúa að hitt, Steinþór. Hvað er ekki lægi með þig? Nei, ég bara veit ekki eins og hvað það meina. Nei, bara original blöðrukall, hvað þýðir það? Original blöðrukall, það er ekki neitt. Svona í vinahópninu, ertu original blöðrukallin í vinahópninu? Það var ég ekki. Þá var ég að taka stíðin tilbaka. Ég var ekkert eitthvað í vinahópninu bara, herru, þarna er the original blöðrukall. Hvað er það bussmaskín eða landakvösa? Hver var það? Það veit ég ekki. Ok. Var það bussmaskín eða landakvösa? Ég bara blöð, ætla þú að taka það að vera blöðrukall í hópnum? Ég hef búin að gefa það punkt að taka aður. Þetta byrjaði þannig. Ok. Þú veist bara þegar maður var úlingur, þá var þetta sem var mest spennandi. En þú getur ekki, þú kvittar ekki undir að vera aðal kallin í hópnum. Alls ekki. Steinþór? Já, punktur okkar bara. 3-3, hörðu. Þetta er fyrst getur við fullt hús í keppninni. Það grínast, ég aldrei séð svona. Það er spennandi. Ertu fyrsta official andlit sköllóttar á Íslandi, the original bald guy? Nei, það er Bubbi. Það er ekki. Egil Ólafs. Ég samt, sko, ég seti þér fram Bubba. Nei, rugglaður. Bubbi er líka alvöru sköllóttur eins og Svessi. Ég er að haldi kragan eins og Statham og Ómar Ragnarsson. En þú hugsaður um bald guy, hvort hoppar Bubbi upp eða blöð? Þetta er bara góð spurning, sko, því að þegar þú hugsaður um eitthvað, sko, Íslandingur sköllóttur. Þú sagðir original. Þá er það Bubbi, Egil Ólafs. Alltaf fyrir mig, sko. Og líka bara Svessmouth, Cocksucking Joe. Já, það er nóg að segja. Það er ekkert stig hérna og hætt að segja þetta. Hann er kostandi á þættinum og hann vill ekki að setja að segja þetta. Hann borgar pening fyrir að auglýsa í þættinum. Hann vill ekki vera kallaður þetta. Sko, erum við að gefa þig punkt þarna blöða? Nei, ég veit ekki. Ég myndi þykja hann að ég væri það. Þetta er Egil Ólafs að Bubbi. Eftir 200 ár
þegar krakkar munu vera að læra sögu í skóla heldur að mynda þér og verður í bókinni skráður sem original slefarinn. Það ekki ég allavega. Þetta rýtsmar Eftir 200 ár Því ég slefa Þú ert reyndar Ok, Steindi, ef að myndi einhver segja núna Herðu, hérna, hver er slefandi gaur Þá ert þú fyrsta nafni sem kemur Þú ert original, núna, já Já, hver á bengið? Hvað nafn færðu upp í hugan ef ykkur segir núna, herðu Bara, herðu, gaurin er slefandi maður Já. Það er fullt af fólki sem er munnfoss sem hendir í munnfoss sem er að tala og slefar En nú spáir í því Þú veist, hvaða annar svona hot celebrity slefar það mikið og þú? Ég veit það ekki, ég hef aldrei pælt í því Málið það, ef einhver er slefandi ykkur staðar í flugvél, sofandi, hrjótandi hann er kannski ekkert heldur að segja frá því Nei Ég á ekkert að vera að segja Þannig að þetta verður ekki ykkur sögubókum Það verður aldrei Ok Ég held ekki, nei Ég er ekki, nei, ég er þrjú heldur þessi það Það er leiðilegt þegar þú voru að ganga svo vel hjá okkur fram að þessu Þrjú er bara drullu gott Ertu svo fyrsti sem fattaði upp á því konsepti að panta drikk þó sé látin maður liggjandi fyrir fram að því? Svo fyrsti sem fattaði það? Nei, og það hefur aldrei verið Nú ertu fann að rýts, þetta byrjaði vel hjá þig sko En ég hef Þetta er ekki búið, þetta er nóg eftir Ekki látin En obviously eitthvað ekki í lagi Þá hefur blöð pantað Sko, en er þetta Þegar það er ástand Aron Kahn, okkar besti maður Hann er allt og setninga í viðtali Setiti? Já, en hann er mættur Þú veist, þú hot celebrity þá mættur ekki réttum tíma sko Já, sömu leiðis Það mætir eðilega seint sko Já, klukkan er hún það mikið Egil Ok, við þurfum að taka þetta í beit bara Ok, tvær eftir og það er 3-3 Ertu originally bara tiny little horny boy frá króknum? Já, ég skal taka þetta stíði hana Steinþór Ég er alltaf ekki frá króknum Þannig að þetta er erfitt sko Blöður yfir 4-3 því að hann er a tiny little horny boy frá króknum Herru, það er komið síðustu það Það er síðasta Ætlar að vera fyrsti vinuhópnum til að taka af skarið og keyra sig inn í peggið vera the original Nei, alls ekki Hvernig þarf að vera the original? Fyrsti vinuhópnum Þessu er 20 ára, hver var fyrst viðnum sem fór í peggið? Það var Steinþór En við vitum ekki En þú veist aldrei hvort þessi byrjaði eða ekki Original peggarinn En kannski, það er enginn að auglýsa þetta Þú ert king of original Ég fíla En áður að við kveðjum í dag Þá erum við komnir hingar með okkar besta mann Aron Kahn Nei, við náum því ekki nefnilega Ef við ætlum að spjalla hans við Aron Ertu velkomin? Takk maður Hvernig, herru sko, ertu eins og Steindi? Ertu seitt? Þú ætlar að vera mætti fyrir Smá Já, Ég 20 er smá mínútur leit sko Það er sexy En þú veist, þú varst að gera eitthvað mikilvægt Já, þetta er búið að vera smá dagur eitthvað Já, miðasalan fór í gangi í morgun Miðasalan fór í gang Já, klukkan 10 í morgun. til hann ekki með það maður Svonurinn í höllinni, þetta er hjúts Hingað erum við komnir Já, það er bara þannig Og hvað dagsetning er á giginu? 27. september 27. september, já 27. september Já, eiga þetta inni svona eftir sumari Það er akkur svona mánuðir, fólk elskar að keyra í sig og hafa gaman sko Ég ætla að segja það að þetta verður fyrstu kemur fyrstu fær sko Fólk er ekkert að fara að fá okkur að miða þetta bara í ágúst sko Nei, ég sá á Instagraminu, er ekki helmingurinn farin? Jú, við erum konur yfir helming Þetta fyrir ógæslega stað Á fyrsta degi Þetta er maður klárast Geggjaðar strípur Takk fyrir Þú erum huggulega svo strípur síðan síðan Þú ógæslega tannar og ferskar alltaf líka Takk Þetta er tennitanni Já, ég fyrir 3 vikur á tenni Ég er bara á tenni Þetta er enda rándýrastrípur Þetta er enda rándýrastrípur En það ekki? Já Geirirakari, vinnu minn Hvernig er það að þú lónsar höllin? Ekkert stress, eitthvað svona shit, er að fylla höllin eða ertu bara silkislagur og veistu fyllir þetta? Alltaf smá, eða þú veist, alltaf smá Fyrsta skipt sem ég gerir þetta, ekki maður skæs Þetta er, jú, þetta er náttúrulega hella stökk, sko Bara í höllinu solo En með smá bara, það var synd að gera þetta ekki Já, og líka 10 ár Já. Og erum við sko erum við að fá engin mórall og allt í bara hérna þekkist rákinn og Allt Djöðlíðu tíminn hratt maður Ég náttúrulega mann bara eftir að Óli var að lega mér að heyra það ekki strákin bara áður að koma út sko. Náttúrulega Óli T náttúrulega er að umba Já, okkar besti maður Okkar maður, þannig að þetta er djöðlíðu tíminn maður Þú kemur í spjall til okkar bara í skaftaliðinni Já Þú veist, Já Þá ertu bara 16 Það er bara A little boy Við kallum við sonin okkar Þú ert svo ung Nú er sonur okkar bara Þú voru sko fyrst Mættilega 26 ára þá Þetta var Þetta er ekki flókið starfræði sko Regna þetta Sverrir Þetta voru Eyjar 2016 Já. Fyrst getið sem við erum på sviði Eyjum
Já, það Við kalluðum upp á sig leynigestur. Það var rosalegt. Svo fórum við að gera síma Geðveikt Ég fór með Aron Já, við vorum að baka bíla, gera síma og senda fólk með rullur Já, ég líka bara, mamma en hérna var með okkur í vél hjá Æslandi herru, takk fyrir guttan eitthvað og bara mamma er með okkur Þetta er fljótt að líða En sko, þú ert ekki verða gestir með þér? Já, klálega, það verður einhverjir gestir Já, bara, þú veist, öll featureinn einhver stemming, þið mögulega, nei, Gætu verið leining, sko, aldrei toppa Mæta fóreldrarnir upp á svið, eðlilega Aldrei toppa, gætu verið að tekja það Við verðum allavega í húsinu þannig að það er létt að fá okkur upp á svið Nei, er þetta ekki þannig að það verður bara nánast allir þetta er bara partí, skilur þetta er bara alveg Klálega Og gaman líka bara að fara sérstaklega yfir bara gömlu lögin sem ég kannski vanur að taka live og fara í Engi Móra all klassikina Það er sem ég er spenntastu fyrir Já, það verður gæða Þú komst í viðtal til okkar fyrir nokkrum árum eða svona 2 árum þegar ég spurði hvort þú færir aftur í ég er ekki að segja dark dæmi en þú veist hvað ég meina þetta er svona, þú ert orðin meiri popstjarna í dag heldur en varst og byrjaðir Þetta er fjólubláða tónlistin Fjólubláða tónlistin er kannski besta orðið Já, ekkert er að fara að eiga neitt taktu bara orginal Ég segi það sko Alveg 100% Það verður gæð, það verður fallegt að fá fara hans tilbaka sko Síðast við hittumst, þá voru á þjóðatíð ég var ræða við að þú þurftir að fara að hætta að vikta matinn, ertu ennþá á því? Nei Af því að þú virðist vera svona pínu, hvað segir maður, svona mani í þér Já, bara 100% Bara, hvað ertu, 6% viktaði matinn, sko við vorum út að borða á þjóðatíð mjög, veist, hvað þá steindi og við bara þurfum út að þjóðatíð, bara færðið bjór og færðið lunch og eitthvað Aron Kamar hann vikta matið sín Ég sagði líka Laser focus þar Laser focus En þú ert mjög metnaðfullur þú veist, þú fer alltaf all in í öllu sem þú gerir það er bara þannig Hefur verið kallaður Manakan Manakan er þetta grjótarnafn En þetta er crossfitur núna? Já, ég er aldrei að myksa bara crossfit, gym, hlaup, allt Ekki lengur að telja okkur og kall Nei, ég nenni ekki Maður er bara kannið það Það þarf ekki líka Ég vissi ekki að þú varst í boxi Ég fór í boxi smá, ég var í smástund Í morgun í boxi og hérna hjá Davíð hann var að segja að þú hefði verið og þú hefði verið drullu góð Ég var alveg í smástunduna hjá hann sko. Verið bara í tæft árið En það sem er jákvæmt fyrir fólk sem er að fara inn á tix.is og tryggja sig með á Aron Kann í höllinni í september að ef þú ert Manakan þá veistu þú ert að fara að fá alveg tónleika því að metnaðurinn eru upp á 10 allt búið hugsa fyrir öllu og við vitum þá, ég held að vita allir sem er að hlusta þetta verða sturlaði tónleika Já, við þekkja rétt, þá var þetta svona þetta verða einhver auka ljós og auka skái og aðeins meira svona Það fór smá meiri eld Já, aðeins meira eldur Nei, sem er bara gæðið, þannig að fólk er að fara að upplega bara alvöru sjó Klálega maður voru að taka þetta tilbaka Við dyrkum þig Aron, við höldum með þér og við, tristum á fólk farin á tix.is núna og tryggja sig með það í höllina eins og kom hérna inn á í byrjun að helmingurinn farin þannig að þetta er ekki spurning hvort það verður uppselt, það er hvenær verður uppselt og við ætlum að enda þáttin í dag á lagi sem er einmitt með Aroni Kann og lýsir húnna vel, hann er popstyrni. Aron, takk kjærlega fyrir komuna þó er komið aðeins og seint fyrirgefðu þér það, Svessi, takk fyrir komuna. Nú fyrir við í afmæli, takk fyrir í dag, góða helgi, við minnum á að sjálfsögðu getið tekið Super Bowl í Keiluhöllinni, við verðum mætti með blökastið á þriðjudaginn, annars heyrust við eftir viku. Takk fyrir okkur. Topp tónlistarstöðin FM 957